mynd og hljóð. Já. Takk. Awesome. Já, það er 15. lótan sem að heilsar ykkur í 100. og annað skiptið. Stút, fullur, bátur og flott stúdíó, alltaf smella. Alltaf smella. Hvernig liggur á ykkur stakar? Bara helviti brattir, eða ekki? Jú, þokkalegt. Eins og áhærendur og hlustundur heyra, það var að fullur bátur, Ólafur Alexander, Biggie Bomba og Hreiðar. Já. Hreiðar. Já, allir sínst það. Það er aðalbrandarinn. Þetta er búið að vera aðalbrandarinn í 8 mánuði. Ég var að segja, það kemur ekki óvart hvað þeir eru með hugmyndaríki með brandara þessi drengir. Það verður alltaf bara the new guy. Já, það eru svona 4 mánuðir eftir þessum brandara og svo þurfum við nú að fara að finna eitthvað annað. Nei, þetta er svona eins og kjötbiti sem missir aldrei bragðið. Þú veist, ég á frænda sem heitir Hreiðar. Ég sá hann með þetta í sumar, hann varst það mjög fyndið að... Já, en það er Hreiðar topp maður. Við elskum Hreiðar. Vildu vera Hreiðar? Já, einmitt. Herru, geggjað, það er stútfullu þáttur, það var geggjað UFC og PFL síðustu helgi og risastórt UFC framöndan UFC 308. Þannig að kannski byrjum því að minna það er sem það sýnt í míningarnum. 15. lótan er að sjálfsögðu í boði míningarsins, M-Fitness, Júsú, boxbúðurinn og seiðkartsins. En í þetta skipti er það mínigarinn sem kemur sterkur inn og heldur svona watch party. Þannig að UFC Ilya Topuria á móti Max Holloway verður á sínum stað þar. Og vitt okkar á móti Khamzat Chimaev. Já, það er rétt. 5 round. Bara helviti þétt kvöld. Rosalega bardagar. Já, þeir ákveða að fara 5 lótur. Já. En þú veist, ef Khamzat mætir Eru þið ekki búin að tala um það að hann sé alltaf að hætta við og hann sé hættur í MMA Ég er búin að leita að einhverju svona á netinu að hann sé bara hætti MMA, þetta sé bara búið Ég finn ekki neitt nema ég heyri eitthvað tala um þetta reglulega Hvaðan eru það að fá þessar upplýsingar? The Grapevine Já, The Grapevine Blaðinu, hann íslenska blaði I heard it through the Grapevine Okay. Það var nú eitthvað mikið að tala um það Hann postaði sjálfur myndum af sér fárveikum Var það ekki þegar hann fekk COVID? Long COVID Já, var það ekki þegar hann fekk COVID fyrir 2,5 ári? Það var svo langt síðan sko Já, en long COVID getur verið álið 2 ár Já, hann er búin að jafna sig að því Þú veist svona eins og hann Við bara séum til Ég meina hann þurfti að pulla út fight fyrir 4 mánuðum Sama fight hann er að fara í núna Þannig að það er eitthvað að bugga hann sko Það er eitthvað not fight Ég held nefnilega að vera eitthvað til í þessu Ég er búin að vera að segja þetta við fólk sko Hann sagði sjálfur Hann postaði mynd af sjálfum sér á spítala og sagði þetta örugglega bara hættur að berjast Hvaða ár var það? Ár var það? Já Og hann gerði þetta í COVID-inu þá sagði hann þetta fyrir 2,5 ári sko. Og svo var hann bara alltaf að pulla út og eitthvað og svo sagði hann, ég man ekki ef hann segist þetta hættur, ég man ekki hvort það var 22, 23 ef hann segist þetta hættur, það er ekkert eitthvað svona Nei Þú ert ekki að timestampa það og eitthvað svona hefur hann bara síðan Hvaða ár sagðist Náttúrulega sko frá desember 2020 og til mars 2021 þá er hann með 3 cancelled bouts á móti Leon Edwards Þú veist, hann er bara að skrá sig og bakka út og skrá sig og bakka út og aftur Hann hefur alltaf verið svolítið hann út hann á erfitt með weight cutið Mun ekki þegar hann var 7 pundum á hungur En hann fæ náttúrulega ekki að berjast í veltuvitt lengur Nei, einmitt Herru, geggju trivia spurninga þér Hvaða ár pullaði, eða sagðist Khamzat ætla að vera hættur í UFC En vil ég heyra Júsú hamburgerspurningu í vikunar? Já Geggja, herru Baconborgari? Nei Gott gisk Herru, Ilya Topuria keppir fjárveitabeltið helgina en eins og allir vita þá er hann frá Króatíu ekki Króatíu, Georgíu mismælti með hann aðeins en býr og æfir á Spáni en spurningin er í hvaða landi fættist Ilya Topuria og hvernig er tengingin hans við Georgíu? Króatíu Fættist hann í Króatíu ekki rétt ég það bara, ég er bara generally mismælti en takk, þetta hefði getið verið frótíðanslega Ég heyrði þetta einhvern tímann Ég fór að gleyma sér Þýskalandi Já, hann fættist í Þýskalandi Já, það er rétt Vel gert En hver er tengingin hans við Georgíu? Mammans er frá Georgíu Fóruðans er frá Georgíu sko en koma til Þýskalands sem flóttamenn og er að flýja stríði í Rússlandi Nei, það er að Rússar Það 93 er eitthvað borgarastyrjöld þarna á öllu þessu svæði sko. Bosnía, Króatía, öllu þessu lönd sko. Flúðan það var svona ungur Þau flýja þjóðamorðin í Abkhazia sem er bara eitthvað svona georgískt þjóðabrot sem var eitthvað að vera herra stríð gegn en þetta er á þessum Kaukasus löndum mikið drama en rétt hjá ykkur
Rétt hjá öllum nema Óla. Rétt hjá mér. Já, hann fættist að sjálfsögðu í Þýskalandi. En sko, að þegar Conor McGregor sagði helgina sko, ég jafn georgískur og Ilja. Já, ég sá það nefnilega. Já, og þá var hann bara, áhugavert. En hann hefur raun aldrei, ég veit ekki hvort hann hafði eitthvað búið í Georgíu eða eitthvað. Hann fættist ekki þar. En foreldrar þeirra frá Georgíu. Já. Þannig að þá getur hann alveg kleimað alveg smá að vera frá Georgíu sko. Ég segi það. Svona kannski ekki smá, með svona Já. Hann segir samt vera bara allstaðar. Hann Spánveri og hann frá Georgíu. Já. Hann bara cassin fanbase. Hann bara cassa inn á fanbase. Þetta svona svipað og þegar ég segist vera frá Bandaríkjunum, Ítalíu, Bretlandi, Danmörku. Nei, ég meina hann ekki akkurat fanbase. Já. Til að stækka fanbase. Það er bara að stækka fanbase sitt. En hefur svo smá claim í allar þessar þjóðir. Af einhverjum fyrirlum ættartengslum. Herri, ef að byrja hérna að rifja upp helgina með M-Fitness og Siðkallinum. Ég mæli með að fólk kíkja inn á mfitness.is, finni sér fín föt eða jafnvel bara fæðibótarefni hjá Siðkallinum í Fákafenni. Og notið afsláttakóðan 5. Já, komin afsláttakóði. Komin afsláttakóði M-Fitness. Já, 5. Eða panta á netinu. Geggjað. Ef að byrja á Ngannou, horfðu á PFL. Já. Það var ekki langt af. Nei, einmitt. Ég var eitthvað svona að byrja að afskrifa hann eitthvað svona Ngannou maður, hann var ekkert eftir og bara missa strákinn sinn og hann var nú gamall og 3 ár í burtu frá búrinu og eitthvað. Hann ennþá hættulegast maður í heiminum. Já, rólegur. Ekki. Ég meina, ég ætla ekki að segja hann segja það ekki, en ég er ekki alveg svona glaður í þetta statement. Ef John Jones hefði gert það nákvæmlega sama og hann gerði, þá væri allir bara he's the greatest. Nei, Óli væri svona. Þessi gaur ekki í UFC, sko. Nei, en þú veist. Ég veit ekkert hversu góður hann sko. Nei, ekki heldur. Hann var reyndar, sko, mér fannst flott hvernig hann reyndi við Seps eins og þríhyrningin. Mér fannst það svona óvenju limber fyrir svona hann líka stóran gaur. Setur upp með Hoda Kimura og svona, þú veist, en ég var samt alltaf heyrt að sko, grapplingið hans væri ekki nógu gott, en það er svona, þú veist, felluvöldin hans var ekki góð. Nei, og þetta var ekkert eitthvað mest smooth transitional fella sem ég hef séð. En Ngannou þetta var bara þú veist, mér fannst þetta tæknileg fella, hann þurfti ekki að nota styrkin sem það mikið, það var bara svona maður setja samt spurningaverkið, þú veist, hversu auðvelt það var fyrir hann. Mér fannst þeim bara sætta sig við stöðuna því á tímbil þá var Ngannou, þú veist, ekki með eiginlega neina þyngd á honum, hann sat einhvern veginn á hælunum með ekkert base, þú veist, og kommentarnir voru með þess að tala það, hann þyrfti að fara að færa sig núna og gera svona og mér fannst hinn bara ekki nýta sér að hvað Ngannou var með lítinn þrýsting á honum, hann bara sætti sig við að vera undir. Það er alveg góða punktur sko. Ég sagði ekki til dæmis Tom Aspinall sætta sig við þessa stöðu svona auðvitað sko. Og ekki John Jones heldur. Þeir eru aldrei teknir niður svona. Nei, svo það er líka alveg það sko. Alveg einhvern veginn, hvað var það? Cross double-leg, já, hann fór í double-legin og svona hann höggi sko. Já, hann var að settla hann inn og svo bara kipta hann niður. Já. Og sko Ferreira í rauninni sætti sig líka við það að vera bara á 4 fótum með Ngannou á bakinu. Já, með þetta þú veist, með þetta skrimsl onaðir sko. Hann setur svo mikla þyngd onna á mjöðminna ánum, ég held að hann sé alveg pikkfastur á þetta lúk eins og hann eigi að geta losa sig. Já. En hann sko, Ferreira stærri og þyngri gæinn í þessum barda. Hann þyngri á alla kanta, lengri á alla kanta og þyngri. Já. Ekki endilega sterkari samt. Hann 261 pund, nei, ég menn ekkert endilega en svona, hann með meiri þyngd til að shifta. Þú veist, pointið að það hætti kannski ekki verið svona auðvelt fyrir hann Ngannou að halda honum niðri og komast í stöðu til að groundpointa hann og endaði bara með því að skoppa hausnum á honum af stríðanum sko. Það var svakalegt maður. Þetta var líka late stopp það var líka nokkur hann aftan í nakka sem voru ekki hrifin af. En það svo oftan það er ekki hægt, þú veist. Já, það ofta hann sko, en þetta var alveg langt frá aftan eira skilur, það var alveg á þessi svæði sko. Þetta voru líka svo þunghögg. Þú veist, eitt svona högg ég og bara, nei, ekki meir sko. Í alvörunni, það verður aðeins að, þú veist, tala við bardagamenn að hann passið sem meira en þetta. Já, en einhver sem að tala um eitthvað að breyta niðurstöðunni út af, þú veist, það nei. Já, ég einhvern tala um Já, er það bara svona Twitter-væl eða eitthvað svona? Já, bara eitthvað væl, já. Ég held að liði hjá Ferreira sé ekkert að reyna að
byggði það sko. Nei, en sko sáu þið kraftinn sem Ngannou einhvern veginn beiti líkamannum sínum í þessi ground and pound högg að þetta rosalegt það svakalegt bara krafturinn sem maðurinn að búa til með eiginlega ekkert pláss pínu skeri svakalegt en ok, þetta átt að vera svona stóra mómenti fyrir PFL PFL alltaf segjast vera svona samkeppnisaðilinn við UFC þeir eru Coke, við erum Pepsi bla 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 þú veist, horfa demografíkina það jafn mikið af fólki sem horfir á PFL og UFC og eitthvað svona þetta það satt, var þetta stóra mómenti á PFL? PFL orðið? Þetta er ekki stærsta mómenti að hengja til það lítur að vera bara Ngannou loksins að berjast þarna en þú veist ætlaði að tún inn á PFL ætlaði að tún inn á PFL ekki nema Ngannou sé að berjast eða einhver álíka já þetta er ekki alveg nógu góð deil held ég nei ég sé þetta, sko það sem mér fannst eftir hennar barða er bara að þeir að byggja vel undir eitthvað cross-promotional barða ég held að það sé bara ákveðið sko ég fæ það rosa, meira þess að Dana White var að tala með þetta rosa fínt og þú veist að Ngannou væri eitthvað skrimsli og eitthvað væri það bara ekki svolítið handout frá UFC bara að gera eitthvað cross-promotional með þeim þá væri það bara einhvern veginn að gefa þeim allt sitt einhvern veginn, en það ekki? Var að gefa þeim rosalega klátt sko, var að gefa þeim svona mikla drifni einhvern veginn eins og þetta væri eitthvað svona PFL champions sem átti UFC champions þá finnst mér svona sko til að byrja með, þá myndi ég halda að UFC champions myndi fucking sníta þessum PFL champions nema kannski ekki Ngannou kannski ekki, eða þú veist hvað, fá að fara Tom Aspinall Ngannou eða Stipe Ngannou? Nei, Tom Aspinall John Jones er að fara að hætta já, hann er að fara að hætta en þú veist, þetta væri það sem þú baldir mot Ngannou væri ógeðslega spennandi hitt væri svona gaman, það væri svona skemmtilegt koncept en ég er sammála byggja, við væri bara svolítið að svona gefa þeim smá spotlight og ef UFC er ekki til það þá er raunverulega þótt að það veri svona big moment fyrir PFL þá er kannski ekkert gott að þetta var svona auðvelt þá er þetta bara svona, veistu ok, hann getur bara rústa öllum í deildinni á okkur, þá er þetta ekkert skemmtilegt ef að þeir eru að geta gefa hann með einhverja mótspinnu eða jafnvel unnið hann þá er svona, wow, við erum með alveg fighters hérna líka og þá væri maður kannski spennt fyrir PFL en þetta var bara of auðvelt það er svolítið það sem ég tók með út úr þessum bardaga, mér fannst þetta of auðvelt ég er ekkert rosa spenntur fyrir að horfa á framtíða bardagi, ef þetta er það besta í deildinni fyrir utan Ngannou og hann gerir þetta svona auðvitað, þá er engin góð bardagi í þessari deild fyrir hann. En hérna Chris Cyborg á móti Larissa Pacheco, ég væri til að sjá þessar gælur fara á móti Keilu Harrison og þær eru auðvitað sko fjæðvikt, þær eru fyrir ofan, en bara búið til fjæðvikt í UFC og sæna þær. Sko, það var góðu bardagi, það var mjög góðu bardagi. Chris Cyborg er náttúrulega einn besta bardagkonni í heimi, hefur verið það mjög lengi, hún var náttúrulega í UFC. Og svo var náttúrulega sambandi með hennar UFC var ekki frábært Dana White kallaði henni, sagði henni svona hún lítið út eins og Wanderlei Silva í kjól hann sagði það opinberlega sko í einhverju viðtali eftir það súrnaði helvíti hratt í því samstarfi sko og svo vildi henni náttúrulega ekki búa til þyngdarflokk fyrir hana það var bara eitthvað nýtt, það var bara tómt já, en hún hefur nú alveg verið í UFC og hún er búin að vinna núna sko 5 belti í 5 mismunandi major promotions með þessu sko og hún var bara geða flott, þú veist, hún tók 4 af 5 lótum þó að Pacheco hafi verið inni í þessu allan tíman og svona, þú veist, eins og eftir fyrstu 2 lótunar þú veist, þá var Cyborg alveg 2-0 yfir en það sást samt miklu meira á henni sko og þessi Pacheco er stórhættileg sko þannig að það var góð fætt sko það finnst ég sko að því að sko Cyborg var einu sinni þá hélt maður bara að hún væri algjörlega óstöðandi það væri ekki hægt að snerta hana og þú myndi bara rótast bara á 0-1 hverju tapum aftur á móti Núnes já, bara Núnes wow, she's human, she's female og Núnes líka bara átana sko já, geðið ykkur fætt sko plataði eiginlega til að bróla þessi sko já, bara barðana og bara Núnes bara hvað, kláraði hann í fyrstu lótu já, minnir að það var í fyrstu lótu það var allavega, þetta var ekkert erfiðu bardagi maður einhvern veginn bjóstöður eða maður fekk já, einmitt og ég held að Chris Cyborg hafi líka bara verið svektuð í sjálfans að láta plata sig í bról haldi hún væri óstöðandi Núnes líka haldi hún væri óstöðandi og svo bara, þú veist sko það má svona rökræða sko, hver á flottasta ferilinn náttúrulega Núnes hefur, þú veist, átt stærstu momentin
en Chris Cyborg búinn að berjast bara við bestu konur í heiminum í 15 ári eða eitthvað, svo hún búinn að vera í Pro MMA í núna 20. ári og mjög snemma byrjaði hann bara að berjast belti og berjast við bestu konur í heiminum og þú veist, hún einhvern veginn hefur barist við bara og bara female fighterum í gegnum ferilinn, sko. Þannig að hún alveg eitt mesta legendi. Já, hún alveg up there. En náttúrulega hún var slegin út úr UFC af Amanda Nunes þegar hún var Amanda Nunes var töluvert betri. Já. Ég veit ekki alveg, sko, ef við setjum henni inn í ykkur fræðarhöll, skilur við, hún fer ekki inn í UFC fræðarhöllina, fyrir henni í ykkur PFL fræðarhöll, eða, þú veist. Cyborg, það hlýtur að vera, hann hlýtur að komast í PFL fræðarhöllina. Já, hlýtur að vera. Já, sem samt svona, það svo mikið svona ég held að flestir journeymans úr UFC kemist í PFL Hall of Fame eða ætluðu sér það. Já, kannski. Kannski svona, sko, ég alltaf spenntur fyrir því að UFC fá samkeppni, en PFL einhvern veginn maður samt að hlæja að þeim, sko. Það ekki samkeppni sem maður var að vonast eftir. Maður var að vonast eftir meiri samkeppni, meiri gæðum. Eða sko, kom einhver svona gæðin eins og Imbaka Sanganæ, bara algjörst, bara gerði ekkert í UFC og kemur í PFL og bara verður einhver champ. Maður bara svona En þetta sýnir okkur bara hvað UFC með langbesta rosterinn að bardaðmennum. Já, og þú veist. Því ég menn, þú veist, það alveg 5 gaurar í UFC sem ég held að myndi veita Ngannou mikla keppni og væri bara geggjaði bardaðar. Þú veist, ég ekki að segja að myndi vinna hann, en þú veist, það væri góðir bardaðar. Hann var ekki að fara að klára þá án þess að taka neitt damage í fyrstu lótu, skilur við. Nei, ég held að segja rétt í það, sko. En að líka svona fyndi hvernig þetta virkar, sko, að þú veist, Ferreira vann Bader í PFL mótið Bellator á bara, þú veist, snýtt honum á nokkur sekundum, skilur við, bara hálf mínúta bara Bader bara farinn, bara ekkert mál og þetta bara fuck Ferreira. Svo kemur Ferreira mútið Ngannou bara snýtir Ferreira eins og drekka vatn og maður er bara svona, ok, there's levels to this game hversu mörg level og bara, þú veist, hvernig er skiptingin, sko. Já, og þú veist, maður líka núna bara Ngannou sem ekki spurningamerki verið mér, þú veist, hversu miklu framförum hefur hann tekið á þessum tíma. Maður sá lítið í þessum bardaga út af því að hann var svo stuttur, þú veist, maður sá hann ekki lendi í neinu vandræðum, maður sá ekki boxið hans skín eitthvað brjálæðislega gegn, hann hafði ekki tíma til þess. Þannig að þú veist, mér langar eiginlega að sjá annar bardaga sem maður fær kannski heila lótu til þess að sjá hvernig hann er núna eftir þessa löngu pásu, sko. Hvort hann sé búin að vera að vinna í einhverju mikið eða hvort það líti eitthvað öðru í svo út. Já, en hann sagði, sko, eftir bardagan eitthvað svona, já, ég vildi ekki að strákurinn minn er þekktur fyrir það að vera ástæðan fyrir því að hætti í UFC, eða hætti að berjast. Að Kobe væri eitthvað svona, já, mistur strákinn sinn Kobe og hætti að berjast. Og ég var svona, ok, er hann hættur núna að berjast eða ætlar hann að berjast meira, veistu? Hann sagði í viðtalinu að hann það bara svona sjá til hvernig honum muni líða. Veist, hann vildi ekki ákveða neitt, sko. Já, hann vildi alltaf taka eitt svona lokabarda. En hann sagði að honum finnst hann eiga meira eftir að gefa til bardaga íþrótta en hann sagðist bara ekki vera viss og veist, það var bara allt tilfinningarík stund til að vera eitthvað hann bara allar að bíða með þessa ákvæðanir. Já, það sem alveg sanngjarnt. Já, maður skilur það, maður. Já, ég skilur það alveg. Ef að fara eitthvað yfir í UFC, það var ágætis kart í á laugardaginn sama dag og Indoklubi var niður Reykjavík MMA. Skemmtilegt. En ok, Pereira á móti Hernandez, ef við svona stiklum á stóru á þessu kvöldi. Ég hef aldrei séð Pereira, Michel Pereira fucking manhandled. Ég skoraði, ok, þetta fóru 4 lótur, finish í 50. Ég skoraði 2, 3 og 4 10-8 lótur. Já, þú veist, hann sá ekki til sólar, hann átti bara eitt blitz í sér. Hann byrjaði ekki eitthvað vel, kom ekki að lenda einhverju típi bara beint í manum, hann var bara svona, wow, passaði á honum og svo bara, þú veist, er hann að fara að klára hann en svo bara eftir 20 sekundur þá er þetta blitzkrafturinn búinn og hann gjörsamlega tæmdi bensíntankin, hann átti ekkert eftir og þetta var eiginlega bara, þú veist, bara að sjá hann sitjandi á stólnum fyrir 50 lótuna bara einhvern veginn að, þú veist, að ætla að fara aftur inn í þetta, þú veist, maður hugsaði bara, þú veist, hann er aldrei að fara að gera neitt, bara hendin handklæðinu frekar heldur en að bara alveg spurning, sko, en sko, ok, hvað var það sem að Hernandez gerði svona vel? Það er pressan, wrestlingpressa og kýlir hann mikið, hann duglur að kýla, hann er ekki að taka Belala á þetta og bara eitthvað, hann er virkilega
virkilega kýlan og... heldur líka skrömblöðin lifandi þannig að Pereira þarf alltaf að vera að hafa eitthvað fyrir þessu og að skipta stöður og skila damage úr stöðunni þannig að það þarf að bregða stuði þannig að Pereira þarf stöðugt að vera að þegar hann orðin þreyttur og það bara braut hann andlega sko. Pereira ekki bara stór fyrir þessa vikt eða hvað? Fyrir millivíktina? Jú, mér finnst það hárréttur í þessu hann var svo flottur eftir hann kom hérna inn í millivíktina þá fannst mann að vera miklu kröftur sko. En hann þarf bara að læra að stjórna orkunni sinni, ég meina hann getur ekki mætt í 5 lóti barda og haft þól í halva lóti. Nei, svo heldur líka mitt í blitzin í fyrstu lótu sem hafði eiginlega engin áhrif á mótari hans að það hafi bara haft andlega áhrif á hann þegar hann svo vaniði að menn bara rökklist undan þegar hann byrjar að hitta og hann sé bara með þá í vasanum sko. Hann hitti þarna kom hann í vandræði og endaði samt einhvern veginn on the tail end sko. Einmitt það er líka, ég held að Hernandez hafi líka bara fattað það skilju að Pereira ætti takmarkað til og þegar blitzin koma og þunguhöggin koma eitthvað þá hann bara ég er búin að sjá þetta 100 sinni bara basic tape studies Já, 100% ég meina þú veist það ekkert erfiðast í heimi að mappa út Pereira hvernig maður á að vinna en þú veist það annars á að gera það og þegar náttúrulega maðurinn skrimsli en hann er náttúrulega bara grjótharður þú veist að taka þessu punishment sem hann tók í fyrstu lótu og kom út úr því exchange, þú veist, aggressive skilur að hann hélt áfram að pressa eftir það hann svo góðu gæi, maður sá á honum að hann vildi ekki meiðan þú veist, hann var að dominata hann svo mikið og hann sagði einhvern tíma bara eitthvað svona come on, því hann langaði bara ekki meiðan Já, ég var ekki verið það mér finnst hann bara meiðan helling hann sagði eitthvað svona, ég held að það verið 4. lótu hann var bara eitthvað get knocked the fuck out, come on ég held að hann sagði eitthvað svolítið nei, kannski er þessi þess sko en sko það sem að ég sammála Heiðaringa með pressan hjá Hernandez með þetta svona leita í ljós að Pereira getur ekki barist aftur á bak Nei, sammála hann er svona eins og prime Mike Tyson sem er bara geðið svona höggþungur og eitthvað mikill kraftur í honum svo lengi sem hann lappar áfram leið og hann þarf að passa sig á takedown eins og frá Hernandez það sem að sko það sem hann getur ekki bara vaðið það er svona þess að passa sig vera jafnvel sko bara kjur og jafnvel að bakka og þá er hann einhvern veginn alveg út úr sínu elementi sko. Mér fannst hann svo alveg sætta sig við þessi takedowns bara, þú veist, 3., 4. og 5. lóta byrjuði allar á að hann var bara tekið niður og hann eiginlega bara svona lifið honum það var eins og hann væri bara svona ok, ég ætla ekki einu svona eyða orkunum minni að reyna að verðist þessari fellu ég ætla bara eitthvað með knúsa hann þegar við erum komin niður Já, eða Hernandez sko bara í svo geðveikt góð double action bara sett hann bara niður og hann er svo búinn sko og líka ég ætla að taka svo mikið úr því sko andlega og líkamlega að láta bara slamma það niður í gólfið og þú er bara Já, og Pereira er vanur að vera þetta monster en Hernandez var bara að taka hann og slamma honum með mitt það hafi verið pínu svona wake up call Já, og líka bara, þú veist, bara svona ræta hann út bara endalaust vinna fyrir hlutunum Í 3. lótu þá sá maður bara augunum Pereira að hann langaði ekki meir hann hefði alveg verið til að bara stoppa þetta sko Já, greið En hann getur verið ágætis bara svona gatekeeper fyrir top 15 í middleweight hann Pereira, ég meina hann er oftast mjög skemmtilega barda þó sem hann leit hræðilega út í þessum barda sko, þannig að maður bara svona ok, þú veist þá bara er þetta þitt hlutverk bara. Akkurat. Hvað er hann? Hann er núna rankaði nummer 14. Já, það er ekki verið Ég elskaði hann að gæja og ég var bara þú veist, hann er bara leiðin í titilbaráttuna og þannig, en fyrir mér bara hrundu hlutabyrðin hans ég vil, þú veist, ég vil ekki einu svona sjá hann nema bara eitthvað í Apexinu og ekki einu svona main event Jú, wow. En þú veist, að henda hann máka Brasilíukarta eitthvað, alveg stemming en þú veist, ég er ekki að fara að tjúna inn á pay-per-view, sérstaklega fyrir Missile Pereira Nei enginn ákveður að gera það ekki sem main event hann er alltaf frá main event eitthvað pay-per-view Nei, ekki main event og pay-per-view en þú veist, hann er ekkert eitthvað svakalega sexy á einhverju main eventi ég vil ekki sjá hann Pereira er alltaf sexy út af því að það er geðveitt að sjá hann berjast þetta er hans gaurum, það skiptir ekki málum hvað rankaði 50 eða 2 þú veist, bardaðið hans er alltaf brjálæslega entertain þannig að ég er alltaf að fara að horfa á hann sko. Fýtt bara prelims fighter á pay-per-view eða bara okkur karti á fight night sko. Það væri með flottur feature prelim ekki main event að neitt hann á ekki verið að fara 5 lótur bara ef þetta er þólið þá færði ekki 5 lótur hann á ekki að fara 5 lótur sko.
það alveg rétt sko nákvæmlega, og hann á, þú veist hann á bara að vera, ef hann á einhverju alveg pay-per-view kvöldi eða einhverju, þú veist, fight nighti í Big Arena, þá á hann bara að vera á prelims, hann getur verið featured prelim mestalagi featured prelim featured prelims eða co-main í Apex karti já, ég sagt með það já, ég held að það sé fínt sko, ég veist enda gaman að sjá hann hann er bara að missa svolítið, þú veist, kom alltaf inn, svona capoeira, eitthvað svona skemmtilegt sko, svona, svo svona hætti hann því til að spara orkunum sína frá róta menn og nú er hann bæði hættur að dansa og byrjar að gasa og maður svona worst of both worlds það þyrfti eiginlega bara eitthvað að breyta í 3 mínúna lótur fyrir hann sérstaklega en náttúrulega hann gasaði út sko, ok, ef við færum núna með Missile Pereira niður í Fákafen, niður í Seikarl og hann mætti velja eitthvað fæðibóðurefni hvað þyrfti hann taka til að fá aðeins meira þól Simos og Silagit ég held að hann þurfi Silagit og Simosen, það er mikið næringarefnum það er steinefni og ræsin já ég held að Silagitið, það er alltaf talað að fái rosa gott recovery af því þið eru búin að vera að taka það frá Seikarlunum hafið þið fundið eitthvað með hana? Þú ert alltaf að tala um hvað ég lít vel út eftir að byrja já, ég veit það, ég er alltaf að horfa á því mér finnst fólk bara að segja alls konar bara, já, ég byrja að taka Silagit og húði mín lagaðist og eitthvað svona, og ég bara, já, ég byrja að taka Silagit og mér líður betur í glímu ef ég er að glíma kannski í klukkutíma eða eitthvað það er meiri orku en ég veit ekkert hvað þetta Silagit er að gera lengur sko. Ég er bara alls konar fyrir allt maður líka á alls konar kokteil maður er bara, þetta er sniðugt og svo einhvern veginn, þú veist, ef maður er að leggja hluti á sig og maður er einhvern veginn betri í öllu og maður er svona, er það þetta eða þú veist, hvað af þessu kannski ekki gera mikið og þá tímar ekki að taka eitthvað út og þegar maður er mér líður svo vel sko, kannski er þetta placebo-effekt en hvernig komið þið þessu ofan í ykkur af því að þetta er eins og að fara í sleik við gamla tóbakspípu sko. ég hef aldrei farið í sleik við gamla tóbakspípu en það er nákvæmlega svona sko. hvaða tóbakspípu fórst í sleik við? Ég hef nú aldrei gert það en þetta er treyt viðbjóður, hvernig farið þið að þessu? Mér finnst það ekki svo slæmt ekki? Nei, mér finnst það jákvæð við það er þetta bara vegum á mótnana því ég er bara mér finnst eplæðið ekki vera nei, ég set eplæðið ekki úti til að maska þetta ok, eplæðið ekki vera það er bara komið eitthvað ógeðslan kóktel ég kom með eplæðið og Silagit eplæðið, ég set sítrónu, eplæðið, Silagit svo set ég cayennepipar og pipar og turmeric og ég er eitthvað að vinna með eitthvað svona já, ég veit ekki hvað ég kemur því vonum nei, Silagit er vest að þessu það heitir bara til að fela það sko, hitta vatn, bara eins og þetta ekki te 23 hrísgrón af stærð af Silagiti þú veist, leysir það upp, þetta er aðeins kóluna í svona volt bara fínt sko ekki blanda þessi kaffi enni, þá skemmir kaffi nei, já, en þú veist, mér finnst það bara fínt það er bara eins og að fá sér te, skilur það er, þú veist, ég veit ekki ég skil ekki hvað menn er eitthvað nei, mér finnst það alltaf herru, en Missile Pereira fæði sér Silagit frá Seikarlunum og smá auka í orkubúskapin og fyrir húðina já, ég er sammála sko, ég fór að þessi skórkvörnin það er Derek Clearly er eins og ég, gefur 3 lótur bara 10-8 en svo dómarar sem gefa sko aðra lótur 10-9 þriðju 10-8 og fjórðu 10-9 ég sé ekki svona mikill mun á þessum lótum Hernandez bara tekur hann niður og er bara að ræta hann út er bara ekki svona dominant allar 3 lótunar er líka bara berjan hann er ekki bara þú veist, þetta er ekki bara dominant position hann er að berjan sko. hann er að berjan sko, í fjórðu lótu þá var hann bara að bæta sko, metið sitt significant strike 100 strikes bara, herri, ég bætti metið mitt 100 strikes significant strikes það er galið dæmi sko. bætti líka significant strike differential þú veist bara yfir held ég bara UFC ever þú veist ég skil ekki hvernig dómandi að sitja hann og bara já þetta var 10-9 þessi var 10-8 mér minnir þetta að vera 175 högg gegn 24 gríð svakalegt sko þú veist hversu slæman dag í skrifstofunni getur átt já en svona er nú það eitthvað sem að við verðum bæta við þennan bæta eða? Nei Óli bara hell no hann endur svona hann kom mér á óvart miklu betur enn bjóstu miklu betri núna er ég bara spennt fyrir honum því að hann er með þetta Strickland þú veist hann lúkkar ekkert sem besti bardamæri í heimi þegar maður horfa á hann
en fucking effektív svo bara, hann heldur bara að vera að pressa þig þangað til þú brotnar bara eins og Strickland ég er svolítið hrifin að þessari innkomi af svona hyper-aggression bardagamunum maður spúið að við erum komið út úr svona tímbili af svona point-fighterum svolítið þú veist, Adesanya var ráðandi í UFC og fleiri svona, voru svolítið svona point-fighterar þú veist, núna finnst mér að vera komið með nokkra svona bara hyper-aggressive bardagamenn sem að ganga rosa vel ég held að Hernandez myndi taka Adesanya ég veit það ekki alveg strax sko. ég held að það var bara sama fucking wrestling pressure og bara hjakkast á honum í 5 lótur rústaði á stigum Óli ekki samfærður couple of 10-8 lótur og allt sko, ég held að einhver fljótari á hæplistina? Nei, ég var samt, ég var þetta í síðasta þætti að tala þú veist, hvað hann væri góður að við báðir hérna að við allir ég meina, vissum að hann væri góður en ég vissi ekki að hann væri svona góður hann ekki að fara, þú veist, í Adesanya náttúrulega strax sko, ég var til að sjá hann á móti Paulo Costa það er góður Bo Nickel það er reyndar væri test fyrir glímun hans ég gleym alltaf að Joe Pyfer er í middleweight er ekki Bo Nickel bara að vera að berjast? Jú, hann við bardað mútið Paul Craig einhvern tíma bráðum það er góðu fætt en ég veit ekki sko Hernandez fer upp í 12. sæti og það ofar á rankings heldur en Khamzat Khamzat náttúrulega hefur ekki barist við einn einasta ranked middleweight fighter og þú veist, það meikar eiginlega ekki sens að hann sé inn á rankings hann náttúrulega fer náttúrulega bara, þú veist eftir vitokkurfætin, kvöldsinn sem hann fer ef hann vinnur hann, þá náttúrulega bara komin upp í 3. á skýstunum sko en sko, nokkri 4 nöfn sem er ekki heima frá Hernandez Roman Dolidze, Brandon Allen Gerald Cannonier og Marvin Vettori samanlega Gjónum Marvin Vettori næst það var í góð fætt ef að Marvin Vettori er ekki hættur eftir barsmiðanar hver var eftir sem barðan svo ógislíta síðast var Cannonier eða eitthvað jú, Cannonier písa og svo hérna, rétt en hérna Dana White var ekki að tala um það sko tala um rankings þá var alltaf Dana White að stokka upp hvernig rankings er hugsað hann vildi, held ég, setja eitthvað svona AI módel sko en hingað til hafa þetta verið sko bara blaðamenn og eitthvað bara hérna mídíað sem að raða þessu upp sko og eftir að hérna hann hérna Roundtree var svo hátt metin eftir tapið hérna nei, honum fannst hann eftir að vera herra þetta er nú eitthvað að honum fannst fáralegt að hann væri bara rank nummer 8 eftir þessa framistu og eitthvað hann vildi að hann væri herra upp sko. ok, ég er kannilega miskilað ég held að hann var að meina sko eftir tap mér finnst það með alveg hækka menn eftir gott tap sko eða ekki það fer svolítið eftir móti hverjum það er og svona og hvað er að gerast í kringu þá ef Guðurinn í einu sæti fyrir móða var að vinna þú veist, var að vinna simbarda ég man til og með Steve Ersek fekk hérna titilbarda í 10. 11. sæti og stóð sér gett vel á móti Pantoja og hann tapaði og hann færðist ekkert mér fannst það mitt skrítið, þú veist, eftir þessa framistu að hefði ég alveg vilja sjá hann hoppa 3-4 sæti, fattiði mig þó hann að tapa þá veist mér samt eins og þetta komið svona loser mentality eins og ég og Hvíturleik sem er eitthvað svona, gott silfur gulli betra skilur við, svona, kannski þú veist, gott tap sigri betra, eitthvað, svo ég hækka upp rankings mér finnst það skrítið ég er ekki seldur á þetta en samt, þú veist miðað við gauðra sem hafa kannski farið á móti bara Pantoja og enda tjóka þér út þú veist eitthvað þeirra hækka rankings nei, þú veist, þá ætti Steve Ersek alveg meira sens að þú veist að fara yfir þá, fattar við hann er búin að sína að hann getur hangið með championum og bara, þú veist, unnið ég held að hann hafi tekið 2 lótur í þessum barða, það ekki? Jú, allan eina, eitthvað þú veist, þá finnst mér að alveg hækka hann ekki sitja áfram í 11. sæti þegar þú sýnir að þú er bara svona frá því að vinna beltið mér finnst það mætti alveg Dana White er sammála mér Dana White er sammála hann er líka bara óvaxinn þumall Dana White þegar maður hætti að hugsa svona mikið um UFC og fara meira í hérna í Cardi Combat Cardi Combat þar sem Dana Brown ræður ríkjum sá ágæti maður hérna er eitthvað meira sem vil snerta á þessu kaldi ég ætla að stikla stóru þarna sko Rob Font mér fannst þess að við ættum eftir að tala það voru allir
á Kyle Phillips sem ég skil alveg vel, hann ógeðslega flashy gaur en þú veist, þetta var bara eins og mér datt í það, Rob Font myndi svolítið gera það sama og gera móti Giannis, þú veist, hann tekur þess að hot prospects og hann er með svo strong fundamentals þeir geta reynt einhver wheel kicks eða eitthvað kjafta en þú veist, hann bara jabba sig inn og smelli þessu með hægri og þú veist, hann ekkert að gera þennan flokkna hluti en hann bara heldur pressun aður og kýli og bara djöðlan hann flottur. Já, líka geggja hjá honum að koma tilbaka eftir fyrstu lótuna. Það var erfið fyrsta lóta, sko. En hann ekkert svo tíndur á gólfinu, jafn tíndur og maður kannski hefði haldið, sko. Hann getur alveg vitsað. Mér finnst það líka, hann vildi eitthvað svona, þú veist, hann var of þægilegur í klinsinu. Hann vildi aðeins sanna að, þú veist, hann gæti farið í klins á hans að vera tekið niður. En alltaf, þú veist, ef hann tekið niður þá það alltaf erfitt að komast á lappir eins og var í fyrstu lótu en svona, þú veist, ég var alltaf að öskra sjónvarpi bara ekki verið í klinsinu Já, en sko Phillips var mest í favorite á kvöldinu Rob Font var það ekki rétt, Rob Font var mest í favorite á mainkartinu Smotherman sem að vann Jake Hadley Rob Font var mest underdogin á mainkartinu Já en Smotherman var meiri underdog þú veist á öllum viðbörnum það var underdog kvöldið það voru góðir en ég er sammálaði með Rob Font og sko að því hann líka sko hann á kom inn í bardagan okkur þriggja bardaga tap hreinu snýr henni við að því að Rob Font miklu þú veist betri en þetta líka bara nöfnir sem hann tapaði á móti þetta var allt bara eitthvað Bevis sem fikkur rétt og eitthvað engin skömm í því sko alveg gaurar engin skömm í þessu en bara gott box og þú veist mér fannst hann svona svolítið fjara út Kyle Phillips þú veist Gastankur var aðeins fann að síkja hann undir lokin og þegar að Rob Font átti svona auðvöldra með að standa upp þú veist í annari lóti og þriðju lóti þá var hann svona eins og hann svona fór alltaf að missa trú á verkefninu sínu ég er sammála því mér finnst það einmitt tók eftir því þannig ég held að Rob Font sé bara mjög góður að taka þessa hot prospects sem eru svolítið að teygja upp fyrir sig og bara skjóta það niður svona whack-a-mole dæmi sko bara mjög vel gert sko þetta voru svona þeir bardagar sem ég fylgdist grannt með á þessu kvöldi en Smotherman heitir ekki Cameron Smotherman þetta er nýju uppáhaldsfætirinn minn fucking slick boxer já ég veit að maður bara slippin and rippin eins og lýsendinu sögðu sko hann var geggjaður og bara og þú veist hann tekur hennan bardaga bara með engum fyrirvara við veit ekki einhverjum nokkur dögum á móti góðum guður sko já nákvæmlega þú veist bara ógeðslega góður og svo var hann bara veist, eftir á var hann bara eitthvað oh my god I just won and I'm in the UFC bara veist hann bara þetta var bara svona hittan í viðtalinu hann væri bara þarna bara komin í UFC búinn að vinna barda og hann bara djöld að gegja hann var bara svo kátur eitthvað mér varst líka svo gaman að fylgjast með Hadley í gegnum barda því að mér varst hann þú veist í fyrstu lótunni hann var rosalega öruggur með sig hann leiði rosalega vel svona fyrstu mínútuna svo fór að fjara helviti hratt undan því þegar hann bara var ekki að hitta neitt og hann fekk bara höggið andlið í hvert einu skip sem hann reyndi að slá eitthvað sko. Já, Smotherman var líka svo góður að fara í bodyð sko. Hann var að refsonum í bodyð sko, með vinstri hendinni bæði svona krókar og uppercuts í magan sko. Þetta var alveg þetta hafði mikil áhrif á Hadley sko. Já, mitt og svo líka reynda sko, Charles Johnson á móti Sumudaerji Já, það er erfitt nafn þetta var lúmsku fætt Já, skemmtilegu bardagi mjög skemmtilegur sko Jits skamblin sem átti þessi stað þarna voru mjög skemmtileg Já, standandi líka mjög skemmtilegt svona standandi og hann Sumudaerji hvernig gengur Sumudaerji Sumudaerji hann er rosa skemmtilegt striking fannst mér og svona skemmtilegt hvernig hann steig inn í þegar hann var að taka legg-kickin á svona switch-kickina steig hann rólega þú veist með löppinni í staðin fyrir að switcha hratt og telegrafa hann ekki neitt svo bara kom switch-kickin bara hratt það er flott ég tók ekki eftir því en já velgjast hann bara telegrafaði ekki neitt það er flottur þó hann hafi tapað svo var náttúrulega Robles to Spain fraud-checkar once again sko, ég haf með eitthvað parlay sem byrjaði á Robles to Spain sko. fraud-check aldrei hennar ég hafði það á tilfinninguna hann yrði fraud-checkar sko.
Ég held að hann væri að fara bara rústa hann. Ég held að Austin Lane væri bara svona brawler gæi, hann eitthvað svona, var í NFL og ég hugsa ekki eitthvað að hann myndi nota svona miklu glímu og eitthvað, ég bara einhvern veginn svona sá fyrir mér bara svona þeirra fyrir að benga það út og þú veist, Spain mun, þú veist, vinna það. Sástu ekki fyrir þér að NFL-gaur myndi rúbbi-tækla kickbox-gaurinn og glíma við hann? Já, en ég bara alltaf séð Austin Lane bara throw hands okay. Þú veist, hann bara eitthvað svona trukkur og þú veist, ekki með jafn mikinn grunn í bardagaíþróttum eins og margir þannig að ég held að þetta er bara þeir myndir svolítið bara svona slaka út og þetta er búið í fyrstu lótu en hérna, hann er bara hann er ekki nógu góður í Emma það bara ég, þú veist hann er ekki góður í taekwondo en þetta er bara ekki hans sport og tíminn hans er liðin veist, það er of seint að byrja núna en ekki hvað, hann er hundgamall eða ekki? Já, 38 ég held ekki bara, þetta er svona gaur sem er bara of náttúrulega gifted knockout artist ok, hann er 36 ára og í heavyweight hann gæti alveg 8-5-6 ár en þú veist hann er alltaf búin að vera í kickboxi það er alveg komið mælet á tankin, hann er ekki að koma fresh in eitthvað 36 ára sko. En ok, sko hann er 5'2" í MMA og fyrsti maður inn á prelims í Apex karti og varst sko outsmartaðar af Austin Lane þú ert ekki að fara neitt sko sorry, þú ert ekki að fara neitt you're a fraud, checked og þú veist gæðin sem vann var á 2-fight losing streak þú veist, ég hefði aldrei tippað á Despain en ég bara gat ekki treyst Austin Lane fyrir pinningunum ég tapaði þeim frekar á fyrir mér leið svo heimskulega að hafa sett Despain á parleiði mitt þetta lærist sko þetta lærist en bardagi kvöldsins var Darren Elking sem átti Daniel Pineda en Pineda skildi svo hanskan eftir í búrinu var það ekki? Já, það? Já, ok sko, Darren Elkins er sko, ég horfði á hann bara og ég var svona Darren Elkins er svona hann er svona eins og íslensku plokkfiskur þetta er svona stráng heiðalögu gæi þetta er svona stráng heiðaleg hann skilar alltaf sínu tekur með niður og bara, þú veist, vinnur þetta eitthvað niður og með bara með leið eins og ég var að borða stráng heiðalega íslenskan plokkfisk og veist nákvæmlega hvort og þetta er stráng heiðalegt bara þetta verður blóðugt það er allar líkur á því að Darren Elkins tækir meira damage hingurinn þótt að vinni það er bara allt svolítið eftir but man, it's an honest man's work hann er geggjaður það var svona verkamanna það er svo mikið hjarta í þessum manni ef hann hefði hugsaður ef að einhver svona með alvöru hæfileika þú veist svona undraverða hæfileika hefði þetta mentality þú veist, hann gæti tekið svona mikið damage og verið bara alveg sama orðiðilega bara betri sem hann tekur meira damage hvað er þessi maður í alveg? Monster sko ég held að það sé mistök hjá honum að kalla sig The Damage ég held að það sé svona self-fulfilling prophecy það getur verið einhver svona þú veist orður áleg já, nákvæmlega hann hefði bara frekar átt að kalla sig veist, one punch knockout machine þá var það bara hann þetta var svona self-fulfilling prophecy en mjög skemmtilegt ég er eiginlega orðin spenntur fyrir Dan Elkins að þú veist, ég sé oft nafnið hans á rostnum og ég er svona hlæpínu með sjálfum mér og svona þetta verður nú eitthvað og maður svona eitthvað en núna er ég svona ok, hvað gerist núna já, ég er svolítið það líka, ég er spenntur að sjá hann ætlar að halda árum, hann er 40 engin aldur í featherweight engin aldur en ég meina, hann er ekkert að vera að hætta hann talaði ekki þannig hann ok mér finnst hann bara, ég meina, hann hefði væntalega þá skilið hanskan eftir í búrinu hann er að fara að taka 2-3 uppbútt já herri, Mattius Nikolá fór ekki vel fyrir honum gegn Alsu Almabayev það var svona ekkert að fjölirða það neitt sko en bara svona þú veist, orðin 19-5 how the mighty have fallen einhvern veginn gæinn sem var náð held ég upp í, náði top 5 í rankings hann og með kærstinn með sér Pineda eða eitthvað og Pinero en þetta var mótið rosa spennandi gaur hérna já, rosalega sko en bara einhvern veginn en er einhvern veginn þessi vonarstjarna einhvern veginn bara mjög takt þetta er bara brunnið út ég held ég og okkar maður Brad Cantona tapaði fyrir Gene Matsumoto sem er Brasilíu maður sem fer upp í 16-0 ég sá ekki hennan barða sko en ég bara svona lesi það á blaði sko greinilega eitthvað hot prospect
skemmtilegt Viljið fjölur eitthvað meira um þetta kart eða? Nei, segir Óli Málmálana Kíkjum aðeins á málmálana varðandi fréttir og fréttapakkan í boði MMA frétta og fleiri góða manna en það var 4 gull á Powerbox Cup Biggi, þú fórst eitthvað og kynntir þetta? Já, í Noregi eða ekki? Jú, í Lilleström í Noregi það hnefalegafélag Hafnarfjarðar og Akraness sem að fóru þangað út 4 gull, 2 silfur og 1 brons það voru Björn Jónatan Hafþór Magnússon, Hildur Kristín og Ágúst Rapp sem að fengu gull og það virðast bara allir það voru 2 Íslendingar sem endu ekki að palli og það var Viktor Orri sem að barðist á móti Noregsmeistara í kickboxi og sló hann með þess að niður en átti eitthvað erfitt með að díla við svona óhefbundnar hreyfingar og tapa á stigum og svo dróða anstæðingarna hans út fyrir bronsið og svo Almar Sindri frá HK sem fekk bara miklu reyndari anstæðinga og tapaði bæði undanúrslitum og fyrir bronsið og þannig að það stóði sér bara allir gett vel og eins og Björn Jónatan Björnsson hann finnir sér báða anstæðingarna sína hann finnir sér fyrir anstæðingi með skrokkhöggi og hinn bara með KO-i svaka framist og var valinn besti undir 17 ára boxar á mótinu og það var allir bara að gera ekki eitthvað gott og hún Hildur Kristín hún fór upp 2 þyngdaflokka og mætti einhverja landslýstelpur frá Noregi og og bara rústa henni, bara gjössanlega útboksa hana, sögðu þeir og Hafþór hann á sínu öðru ári í elite í fullorðinsflokki 20 ára, hann mætti anstæðing sem 9 árum eldri fekk alveg bara svona proper fullorðin gaur og bara átti mjög erfiða fyrstu lótu en svo bara hakkaði hann í sig í annar og þriðju og vann gullið Nice Mér skildi að Hafþór hafi verið þeir fóru á Hilluröðu síðustu helgi og hann hafi bara verið úti í kampi og svo hann fór ekki heim í milliðinni hann var bara úti í kampi og með Já, ok tók þetta með power Nice og svo Ágúst Rapp hann mætti einhverjum svona heimastjörnu og var bara allir í húsinu heldum með hinnum gaurnum en hann bara valtaði hann gaur og dómarinn gaf hinum alveg nokkra talningar í bardaðanum og Arnór sagði að hann var ekki langt frá því að bara stöða bardaðan dómarinn sem er alltaf mikið fyrir þessa 50 kílóa undir, hann ekki bara undir 15 með þessa, nei, undir 17 eldist fljótt en þú veist, fyrir þessa litlu stráka 50 kíló að dómarinn sé bara við það að fara að stoppa bardaðan þú veist, því þeir alveg freka mikið rústeldi Grunlega mjög góð ferð hjá HFH og nefnilega Akranessar vel gert eða sérst að sjá þetta á Björn Jónatan fyrir að við erum 2 stoppage Já, ég veit Ég sá, hafið séð setni stoppage að segja þess Já, hann bara smellar með hægri og bara þetta er svona trending á Messenger og svona það fæði svona sent fucking name hann bara smellir hann rosalegt og knockout og Haffi bara, ég veit að Haffi leit mjög vel út aftur, ég hef ekki séð vídeo af Hildi en við eigum náttúrulega hafið þið séð marga bardaða með Hildi eða? Nei, bara einna heima Ég bara sá hana á móti Eriku í síðasta bardaða sem að var það big controversy big controversy vilja margir meina að hún Hildur hafði átt að vinna þetta mér langar að sjá þær bara á Icebox það er alltaf að vera að tala að Erika er svo góð og það er enginn fyrir hann að keppa við svo sem að þetta bara og ég veit að það hafa barist ofta áður og eitthvað mér langar að sjá það á Icebox því að það er greinilega önnur stelpa sem getur vel staðið í Eriku nótt og þú veist mögulega, þú veist, hefði hann átt að taka hann bara þann daginn mér langar að sjá þetta á stóra sviðinu Icebox Ég er sammála Þetta er eiginlega sá fæt sem mér langar mest að sjá á Icebox Já, þú segir það ég er mjög peppar fyrir Eriku nótt um þetta Hildi Við sko líka gegja ef að þær eru að bífa líka þegar þú veist Hildur var nýr í World Class bóksa þar og færði þessu upp í HFH og það er held ég eitthvað svona, það er eitthvað bífstemning í gangi þú fílaði það maður ég er fílaði líka það er svona hlakkar aðeins í mér en við sko að vera gegja ef að Hildur færi á Norrlandamótið og myndi vinna gull það væri geðveikt en sko mjög leiðið fyrir einhvern nótt en pældi að mæta þarna bara á Norrlandamótið
taka gullið og einhvern veginn taka shænið af Erikunum það væri proper drama ef hún myndi vinna Eriku á Icebox og þær eru settar aftur í rematch á næsta Icebox og það væri bara eitthvað geggaræfandi svo eru þær komnar í elite flokk mætast aftur sko önnur þeirra myndi býta eirað af hinni það væri coin flip hver myndi gera en það væri proper drama ekki það ég segi drama fjölmiðli þá sko ég til að kynnt undir þessi bífi búa til alveg bíf báða saman í þáttinn og vera bara hvað vilt þú segja henni hvað finnst þér hann sem Erika var að segja og væri leiðileg ég segi að bæta á þig við þurfum að hafa þessi sikkur herbygginu eins og Jones og Cormier við ættum að geta það var þetta að hafa besta viðtali heimi sko heimitt getum við gert svona Jerry Springer útgáfi af 5. lótunni þar sem að, þú veist, önnur að kemur sem svona surprise gestur og það viti ekki á hvað annar og hvaða öryggisverð ætlar að vera með það hver á að stoppa það Biggi bara ég hef trú að Bigga en hérna, þetta er sko það eru proper fights hérna in the making þetta getur verið skemmt þetta getur verið mjög skemmt ég var með þeir skrifaðan greinir með það ég var alveg bara þær getur jafnvel mæstu aftur nú mögulega á Icebox please þjálfarar og einhverjum lesa þetta see this please þannig að Davíð Rúnar þyrfti að láta það gerast einmitt þannig að hérna það er einu spurningu sko hvar Davíð Rúnar stendur í þessu hann ræður svolítið og líka var það sko Norðurlanda ég verkefni mitt sko þegar Davíð Rúnar var landsliðsþjálfari við erum að fá hann í þáttinn og grilla það ekki það er síðasti maður sem myndi grilla sko. hann myndi fljótt snýta mér sko. með fróðuleik og visku og einhverju svona ótrúlegum svona sannfæringamætti sko. En bara eins og það hérna, en vel gert Ágúst líka hérna í HFH hérna, þetta er bara flottur árangur erum við Íslendingar, erum við bara orðin svona góður í bóksi eða? Fara bara og snýta einhverjum normunum úti það verður störa ég meina bara þessu byggamótinu núna daginn hérna upp í HFH besta boxmót sem ég hort á ég bara þvílíki bardar stemming maður bara þetta er geggjað fucking trillt þessi sena er bara að springa út sko fucking heim maður ég er í peppa fyrir þessu í öðrum fréttum þá var náttúrulega hérna það var Interclub mót hjá Reykjavík MMA einhver maður á nafni Jón Kristófer sem ég held utan það og skipulagði mótið sem hettaðist mjög vel ég held að það hafi verið 60 manns sem skráði sig í mótið það var settið saman einhverjir 50 MMA bardagar tæplega 40 kickbox bardagar og held ég 20 no-gi viðregnir þetta var að mestuleiti þetta var á livestreamað á MMA fréttum þetta horfaði á einn á MMA frétta í YouTube-inu það var pínulegilegt svona sem þau fara bardagarnir svona út af myndavélinni en þetta var hérna það var miklu betra en síðast þetta núna er Reykjavík með að búið að taka niður þau búið að saman þarna 2 sali þannig að kickboxi gæti verið einum sal og MMA og no-gi í hinum þannig að þetta var strax einhvern veginn svona stærra þægilegra og hérna kannski ekki eins krátið heldur það var bara einhvern veginn svo of mikið það var svolítið allt á einum blett hérna hefur verið svolítið hann og miklu þægilegra og svona chillara andrumsloft og eins og þeir það var ekki alltaf saman blettir með einhvern veginn þannig að það hefði allir hérna uppbytun pláss að geta áhörundur hort á glímurnar og svona og hérna mjög svona mjög jákvæð stemning það virkaði með svolítið svona eins og það væri léttara andrúmsloft eða svona var ekki endalisa fólki fyrir utan búrið ég mann þegar við vorum að bresta þessi búrið mér leið bara eins og ég væri í einhvern svona fight club það var bara svona þétt setið allt búrið og maður var bara eitthvað shit þetta leit út fyrir að vera svona, þetta var meira svona æfingamót kannski mér leið bara eins og ég væri komin bara, ég veit ekki hvert sko sem var algjör upplifun sko eins og það var alltaf að segja við mig svona Interclub, þetta er ekkert málmætt bara, þú veist, þú getur að ringa í bjór og svona helgin af þetta er bara Interclub, skilju svo mætti maður þarna og bara hingu allir svona á búrinu og maður bara, hvað er að gera fucking tense andrúmsloft sko ég man bara þegar ég gæti ekki anda á henni lungu sko ég gæti ekki dregið inn fullan anda af stressi bara sem var mjög gaman en ég er samt á því að það sé meiri stemning sko þannig að þú veist það var hérna á slatti áhorfendum sem að komu ég held að vel svona kringu 50 mann sem kom að horfa þannig hérna en ég var til að fá svona 100 mann sem ég þannig að vera svona aðeins þéttari kringu búrið menn hafa meira pláss og svona en svo ég var eitthvað svona að stilla upp myndavél til að streyma þessu og ég bara ekki séns að ég komi fyrir 2 ekki með hvernig það var síðast skilur en ég hugsa næst það verður alveg pottið með 2 myndavélar skiptum á milli það verður geðveitt streymi næst
og það komin dagsetning á næsta Indie-klub það verður 14. desember Nice, ég vil keppa Já, ég til það, Óli keppa? Já, sure Já, sure, ég hef aldrei verið jafn sannfærður ekki sem að fara að eitthvað Indie-klub en já, mjög skemmtilegt sko, en sko, komið svo mikið reynsla á þetta og það var ógeðslega gaman að ég fekk mikið hrós fyrir bara, mjög jákvætt viðhorf kringum þetta og menn voru að biðja mig að hafa þetta aftur á árinu sem fekk mér tölvupóst bara morgunin tjekka það svo Indie-klubinu hvernig verður þetta næst það þarf bara að slá niður dagsetningu miðjum á 14. des Það grunlega mikill áhugi fyrir fólk að fá að spreita sig svona Já, einmitt og líka á milli gimma skilur þú ert einhvern veginn alltaf að sparra við saman fólki og það efa mikið sko og svo alveg í umræðinu sko að mögulega bara matcha milli gimma taka út controlled aggression vera bara með aggression bara ef þú ert level 4 eða hærra þá verður bara matcha fyrirfram og þú tekur kannski bara 1 max 2 þú veist það ekkert eins og þú myndir á bara vita bara að morgun bara að berjast hennar gaur þá er það bara þannig þá er þetta bara með orðin þeir sem eru bara level 4 eða hærra þeir eru bara þeir eru going to war bara þeir eru bara going við sjáum til hversu hart sko en minna kontról það er ekki dómarinn ekki það er eitthvað svona en ekkert eitthvað 100% höfuðhögg það er ekkert eitthvað svona þú fær ekkert að eitthvað þú veist helst ekki að rota neitt skilur við sjáum bara til hversu hart þetta verður en já, við ekki jú, það er bara mist mjög vel að það ekki, það væri svona ennþá skemmtilega sko, það er búið að vera svona Reykjavík á Mjölnir smá VPC, Imperium svona íslensku Cobra Kai gæðirnir þeir vilja fá þetta proper þannig að spurningu þetta ég get að gera þeim Beggi, þú er bara reddi í fight í desember Mér langar að stefna það ég hafði mikið FOMO ég var að horfa á þetta svona live á YouTube og bara mikið FOMO sko. það hefur verið til að vera þarna fóru alveg upp í slatta af live áhörundum sko. það var mjög skemmtilegt sko. en og svo var þetta náttúrulega sýnt í míningarnum að sjálfsögðu, að því að míningarnum er heimavöldu bardaíþrótta, allt sýnt þar og þá með þess að fólk að koma bara hvað er þetta? Er þetta live núna eða var þetta áðan og hvað er þetta og ég get ekki þátt og eitthvað þannig ef þú skráir þig í grunnnámskeið MMA núna bara næsta grunnnámskeið þá getur þetta ekki þátt í Indie-klub og við mælum 100% með því þetta er ógeðslega skemmtilegt þetta er mjög skemmtilegt geggjur reynsla og geggja partí ef að velta hans fyrir okkur hvað er svona framundan í bardaheiminum með míningarnum og bóksbúðinni bóksbúðin.is geggjar bardavörur, tatami og ljóni gæðavörur, þú færir svona allar mestu high-end vörunar þar og míningarinn er sjálfsögum míningarinn er bara svona heimili hjarta míns UFC 308 verður sýndar, það er allt sýnt allir bardaðir eru sýndir í míningarnum frábær staður, góður staður að vera á það er UFC 308 míningarinn, klukkan 6 Shit Er þið peppað fyrir þessu það? Ég held að ég hafi aldrei verið spenntur fyrir neinum UFC barda held ég held þetta sem bara this is the fucking one sko Ilian Taburi á móti Max Holloway Já, ég held það ég held ég hef aldrei verið spenntur kannski einhvern tímann eitthvað Conor eða eitthvað en þetta er samt this is the fucking one sko Já, ég samanlega Hafið þið fengið svona bardagabónir í buxum? Já, ég fekk það tilkynntu þennan bardaga ég fekk feitan bardagabónir ég meina boxin sem við erum frá að horfa í þessum bardaga verður prime Já, bara please að þeir ekki fara að núla okkur annan út og fara í jörðina sko, bara þú veist ólíklegt sko, ég meina en það hefur gerst Ilia Topuria gæti alveg forsaða wrestling sérstaklega ef hann fer að finna að Max Holloway er aðeins með hann á fótunum þá get ég vel séð fyrir mér að Ilia Topuria reyna að keima hann búrinu og draga niður og fara í groundipondið og bara úr gardinu sko. Hann getur alltaf hótað því sko. Hann er góður wrestling hann vill helst skýla menn niður en ég minni að það hefði verið snemma í ferlunum eða amatörferlunum eða eitthvað þá var Topuria bara að glíma alla í drasl sko. Svona, við þekkjum hann sem bara þú veist, boxara, bara geggja boxing en hann er alveg vel-rounded sko. Hann getur tekið hann bara hvað sem er sko. Spurningu að þetta er stolt í leifuna hann er búin að vera að segja svo mikið og hann er kokki gaur sko. Hann er búin að segja rosa mikið hvað hann sem miklu betri en Holloway bara allstaðar og hann, þú veist, boxið hans sem miklu betri en Holloway og ég velti fyrir mér, þú veist, hvort að stoltið hans leifunum að skjóti ykkur á fellu sérstaklega snemmi í bardaganum Stolt sigli fyrir leið mitt sko
ef þetta verður erfitt fyrir hann þá mun hann reyna að nota allar þær leiðir sem að hann hefur til að vinna já, ég trúi því sko Max Holloway hefur sagt I'm the best boxer in this division en Volkanovski outboxaði hann já Ilya Topuria outboxaði en það svolítið síðan að Holloway var outboxaður af Volkanovski og þetta var ekki prime Volkanovski sem að Topuria nei, þetta var náttúrulega bara komin off að headkick knockout þú veist, allt og stuttu tími það var ekki, þú veist og hann var eitthvað að leika eitthvað gamlan kall í hérna á blaðamannafundinum þetta var bara, þú veist það var bara heimskulegast hann var rosa upptekinn af því sem Topuria var að segja fannst mér uppteknar er venjulega en sko en talandi það sko Topuria ekki bara að spila mind games í uppbytunum í svona aðdraðanum þessu barða ég er ekki búin að segja hvað hann er búin að segja sko þeir eru búin að taka eitthvað svona viðtöl saman sko Topuria er búin að kaupa hérna BMF belti og er eitthvað svona þú veist er búin að vera pínu svona pínu cringy svona en þú veist þeir áttu þarna eitt viðtal saman og það var svona virkað eins og Max Holloway var svolítið pirraðar á honum sko að það fólki svolítið mikið hérna eitthvað svona Max Holloway þú veist að geggjaður eitthvað Max Holloway með svona stjörnur í augunum eins og þú veist þið ekki Pep Guardiola í volta eða eitthvað það sem að þú veist þú getur gert hvað sem og það alltaf litið af það sem snild og svo einhvern veginn Topuria svona eitthvað þú veist þú ert ekki neitt þú ert ekkert merkilegur og svona svolítið svona tekur af honum þú veist Topuria gefur honum ekkert svona respekt fyrir að vera einhver flottur gæi algjörlega og hérna Max Holloway svona vinalegu gæi Topuria drullið saman þessu vinalegu gæi hann bara hann ekkert til að vera vinuðinn einhvern veginn og það var svona eins og Max Holloway var svona pínu pirraðar á hann sko þannig að ég var svona velta fyrir mig hvort að Topuria væri komin inn í hausinn á hann sko og ég var líka velta fyrir mig sko hvað gerist þú veist ef annar er að bendir í miðina og þú veist þeir eru að fara að benga já, ég held að en er það ekki sagði Topuria ekki að hann ætlaði að benda miðjuna bara fyrstu 10 sekúndunum jú, hann sagði hann sagðist að byrja þennan barða eins og að þeir að það byrja eins og Holloway endaðan með hérna Gaethje en myndi Topuria ekki vinna þann fight jú, hann er betri bara in the pocket sko þannig að Maxi er betri í fjarlægum og stjórna því og allt svoleið sko en in the pocket, já, Topuria er betri þar veit það ekki nei, ég veit það ekki, þú veist, hann er klálega með meiri kraft í höndunum en þó að þessi komin in the pocket þá er Max bara svo slick þú veist, Topuria hann er með svakalega kraft og þú veist, þegar hann hittir en þú veist, hann sveiflar voðalega mikið og þú veist, ég sé alveg hann er rosalega precise sko, og hann er alveg bara mjög innbeittur eitt besti barda bara performance sem ég sé var á móti Emmett þegar hann tók hann bara í 5 lotur og bara snýtt honum Emmett hann er frekagóður en hann bara leit ógeðslega illa út hann þraukaði þessa 5 lotur en það var bara, fannst mér ekki eitt fail moment hjá Topuria í þeim fight sko. já, ég pínur sammála að bygga með það mér finnst höggin og Topuria víðar en hjá Holloway hann er aðeins meira í krókunum Holloway er svolítið í beinu höggunum og svona stuttum upphöggum svona hann er meira snerta þannig held að þeir fara in the pocket þú veist ef að Holloway er að snertan vel og dodja höggin þá held ég að það er bara erfitt fyrir Topuria að koma tilbaka eftir þannig exchange því að það er svo mikið damage sem að þetta er að skila á stundum tíma í vasanum sko. Þú ert með svona góða bóksara en ef Topuria hittir einu hreinu já, það var búið já. En samt, þú veist en sko Max hefur alveg verið hann tekur alveg damage sko. já, það er rétt sko. það er spurning hversu þú veist mikið damage meira hann getur tekið sko. þú veist, af því að hann er búin að absorba bara flest högg af öllum bara í UFC og líka er ekki búin að gefa flest sko. en ok, hann er ennþá bara 32 en hvort þetta, þú veist mileage á hann sé eitthvað að fara þú veist, segja til sín sko. þú veist, maður veit það ekki sumir, þú veist, bara allt í hennu bara gerist það bara, ok, nú er bara að fara að segja til sín og þeir eru að rota þér bara stanslaust eftir að hafa ekki verið að rota þér bara aldrei og svo eru sumir sem bara, þú veist, eins og Nate og Nick Diaz bara er það berjað endalaust bara getur þig en sko ég held að það hefði sést svolítið meira í síðasta barða hjá honum ef að damage væri orðið þannig að væri það að hafa ykkur svona áhrif inn í bardaðan þú veist, yfir ferilin þá held ég að það hefði sést á móti Gaethje meira kannski er hann bara svona típa sem bara getur tekið endalaust bara alltaf það geta alveg verið
Sko, mér fannst bara í viðtölum sem ég er búin að sjá eins og þetta þau voru saman í viðtölu og eitthvað, mér fannst bara Max Holloway líta svona illa út. Já, hann lítur fannst svona oft illa út. Eins og hann væri bara svona fölur og einhvern veginn svona, þú veist, einhvern veginn. En mér fannst eins og hann væri eitthvað svona smá. Kannski bara eitthvað, þú veist, köttið eða eitthvað að byrja. Mér finnst eins og það hefði gerst áður hjá Max, sko. Hann hefur lítið út bara fyrir bardaga. Og það var kannski, mann sérstaklega eftir þegar hann átt að berjast á móti Khabib þegar Ferguson púlaði átt eftir að hann mittist svo átti Max að koma inn í og þetta var alveg svaka kött og það var bara eins og varum bara eitthvað brain damage þannig að þetta svolítið heavy cut fyrir Holloway. Já, mér langar bara að sjá hann í lightweight sko. Ég held að hann getur bara til þar. Ég held að þetta er bara að vera sama hvernig þessi fer það er þetta bara að vera hans kveðið bara í featherweight og snúa sér bara lightweight. Ég held að hann getur tekið alla í lightweight og þú veist mögulega Íslam á góðan degi. Já, mögulega. Og ef við knockout power í lightweight sko. Já. Ég held að það geti alveg verið sniðugt sko. Ég held að hann sé ekki að fara í mörg weight cut í viðbót í þessari þyngd. Þetta hendur hann ekki. Það sem ég sé einhvern veginn ekki gerast í þessum bardaga að Max sé að fara svona outboxan einhvern veginn in the distance og lenda svona mörgum litlum höggum á Topuria og Topuria verður bara allir bara eitthvað ég ætli blóður í andlitinu og svona í ykkur svona messi sko. Nei, ég held ekki. Ég sé það ekki gerast. Nei. Ég bara einhvern veginn svona svo sín einhvern veginn kompjútar ekki hjá mér og þá veit ég ekki alveg hvað annað Max hefur. Það eina leiðin í mínum bókum það eina leiðin fyrir Max að vinna hann það bara á fjölda hugga og bara touchum upp þangað til að þú veist hvert einasta snertingu fyrir hann að vera vott út af því hann allir bólginni en á sama tíma finnst mér bara Topuria of tæknilega góður og þéttur boxari hann er mjög svona þú veist mjög svona dýnamískar hreyfingar hann er rosalega clean boxari sko og ég kannski sé ekki fyrir mér að hann skilji eftir það miklu opnanir að það sé að fara að gerast. Nei, ég sé það. Ég held að Holloway taki þetta bara á stigum. Og bara pointfæta svona. Já, pointfætan í gegnum lótuna. Ég held að Topuria vilji svo mikið rótan sko. Ég held í fyrsta leið að hann vilji svo mikið rótan hann er bara að tala svo mikið að ég held að hann ekki eftir að skjóta í felluna þegar hann ætti að gera það. Hann gerir það of seint. Hann mun gera of víðhögg og taka ykkur overhand sem að Max mun bara slippa og svara. Já, og þú veist Max mun bara jabban og halda fjarlæð held ég en aftur þú veist ef Topuria nærinn 2-3 hreinum höggum þá þú veist það ekkert margir sem að standa það af sér sko. Mér finnst eins og Topuria sé ekki típan til þess að bara vera bara allt og reiður og fara reyna að róta eitthvað hann er það bara disciplined finnst mér sko það sem maður hefur séð á honum hann heldur sig bara við sitt sko. Ég held að hann langi bara svo mikið að róta ég bara aldrei séð hann lendi í vandræðum sko. Nei Topuria hann lendi í þvílíku vandræðum á móti Jai Herbert áður en hann rótaði hann átt headkick og alveg bara feitt rokkaður og var í miklu vandræðum með Jai Herbert en svo kláraði hann sko bara fucking steinrótaði hann sko en hann lendi í vandræðum bara móti gæði eins og Jai Herbert það er alveg hægt að stýra hann sko. Vá, ég man ekki eftir þessum bara Nei, ekki heldur nefnilega Jai Herbert bara smelt hann með high kick bara beint á huguna og hann En það er kannski spurning þá hvort að Holloway sé að fara að nota spörki sína eitthvað meira, þú veist, hann hefur verið að gera meira undanfarið, sko. Reyndar. Fucking spinning back kickið maður sem hann nöfbröð Gaethje á. Akkurat. Þú veist. Það er reyndar, sko, að þú hefur náttúrulega, Topuria, hann er meira svona, þú veist, þéttan beis og mjög lár. Já. Þú veist, hann gæti alveg, þú veist, hann er í þessari hæð fyrir þetta spinning back kick. Ætla að rúlla bara niður á móti einhverju. Einmitt. Svo er líka spurning hvernig kartuði hans Topuria heldur sér þú veist, í 4. og 5. lút á móti Holloway það er ekkert grín sko. Nei, Holloway er náttúrulega bara cardio machine sko. En hann hefur farið alveg 5 lótur þú veist, á móti M1 og leit alveg vel út en þá var hann samt alveg bara dominita allan tíman sko. Þannig að maður veit ekki alveg hvað maður getur tekið út úr því er einhvern veginn bara allt annað kvikindi að fara 5 lótur á móti Holloway eða einhverjum öðrum því að hann er bara með stöðut pressur og endalust þól og getur tekið endalust stemmið þannig að þreytir hann ekkert á því að berja hann sko. Þannig að ég trúi kannski að þú veist að það sé eitthvað til í því að þetta fer the distance og þá takk ég Holloway enn að parta en ef við erum að fara að spá eitthvað þá held ég að þetta veri bara tíminn sem Max verður rótaður sko. Já, tjekkaður það ég meina það
það kemur hann ekkit rosalega óvart svona með ferilinn hans að það kæma því á endanum þetta hefur hann alltaf verið slegið niður hann er svona, ég er alltaf eftir því eitthvað, 32 erfitt kött kannski já, erfitt kött býr á lippa móti gaur sem er geggjaði boksari og þú veist og geggjaði rótari já, en með rótkraft í báðum höndum sko já, vissilega satt sko og alveg svona hann er sko á en eitthvað 4 bardaga performance of the night sigurgöngu já, það, Topuria já, 4 sem er röðið búin að fá performance of the night hérna það gefur mann líka alltaf það er alltaf skemmtilegt ég var aldrei man ekki eftir leiðinum bardaga með honum nei, ég meina þetta er stæðsti bardaginn á þessu ári, en það ekki ég held að þetta er bara stærsti bardaga ever ok, kannski ekki stærsti eitthvað numbers, en þetta sem ég er mest spenntur ég man ekki hvenar það hefur hlakkað svona í mér þú veist, sko, ef þetta væri bara hvað sem er, þá væri ég svona ég sé tilgjöld í vaki, ég tek þetta í endursýningunni en þú veist, þessi bardagi, ég er að fara að leggja mig við daginn og ég er að fara að vera fresh þegar ég horfa á það til þess að geta verið vakandi kl. 6 kvöldi nei, fyrir ekki þetta er á góðum tíma sko við ætlum að horfa á þetta saman við erum að bara horfa á þetta saman í mínigarnu erum við með bókaborð erum við með bókaborð við erum að ég sá bara að maður ætti bókaborð ég var bara, er búin að því en þetta er samt eitthvað sem að bókaborð ég þarf að græja það ég þarf að græja þetta er meðal að byrja alltaf í vent á því að bóka borð fyrir okkur því að það hefur eiginlega verið þörf á því síðustu 2 sko sko, já, við vorum að lenda í vissinni sko með, sko, ef ég þarf ef ég er að hósta eitthvað í menn og það er svo að draga svona auka stól já, nákvæmlega það var típist við höfum alveg gert það einu sinni við bættum við borðum og já, það var tómt tjón á síðasta K Stíl kvöldi sko þetta er góðu salur sko, það er fucking stemningan inni sko hérna, skemmt þetta en sko, ég er ekki viss hvað mitt svona UFC hjarta hundli að sjá Max Holloway róta nei, ég veit það ef það gerist ef ég sé Max Holloway og Robert Whittaker róta upp á það ég veit ekki hvað ég geri, ég fer að gráta sko ég veit, sko, ok, bælti ef það var sko Ilja Topuria myndi róta Alexander Volkanovski og bara brjóti mér hjarta róta svo Max Holloway brjóta alveg sko já, á ég að vera impressed eða á ég að hata nei, ég átti ekki að hata hann þetta er bara nýi boogeyman sko, þú veist, bara hann er bara geggjaður og bara respekta það já, erfitt með það sko en nei, auðvitað respekta ég það skilur en ég bara, já, erfitt með það ef hann róta Max Holloway, mér aldrei fyrirgefna það en ég hugsa samt að það sé líklegra heldur en ef Max vinnur, er Max bara að fara að taka rímatsveðin í featherweight nei, Max vill rímats við Volkanovski pottet sko já, aftur haldið hann vilja ekki fá sigur jú en ég held að Dana White sé bara eitthvað nei, ekki fóðast en ég menna ef Holloway með titilin og Volkanovski er að fara lappin í kannski Volkanovski fáið á Ilja Topuria upp á hver fær næsta sko Volkanovski heldur að hann sé að fara lappin í titilskot hann hefur talað hann eins og hann sé bara það sé bara sure thing það er nú skutið nei hann var dominant champ já að Volkanovski sé að fara lappa inn í titilskot já, hann áða alveg skilið er Adesanya ekki að fara að gera það? jú og tapaði hann ekki einhverjum 14 börnum áður en hann hætti eða þú veist, tók sér pásið Volkanovski hefur nei, hann tapaði á móti Jan Blachowicz tapaði á móti Pereira og tapaði á móti Strickland það eru 3 töp í síðustu 5 börnum maður sagði Adesanya Volkanovski á sjálfsögð að fá titilskot þegar hann kemur tilbaka já sammála ég held að væri bara betra fyrir hann að fá eitt tune-up fight væri Topuria betri fight fyrir hann heldur en Holloway ef að Holloway vinnur ef að Holloway vinnur já, sorry, nei, ég mista þeim tóndi ég hugsa þú veist, ok, tune-up fight en þá væri kannski tune-up fightin bara hættulegri fyrir hann heldur en titilbardaginn þá ætti hún bara ekki að vera champion ef eitthvað tune-up fight er hættulegri fyrir ég meina, MMA með virkar ekki ég er að segja, ef Topuria fightin er hættu ég er ekki að segja að það ekki endilega Topuria sem tune-up fight en það væri það engin tune-up hann færi bara neðalíð í deildina já, aðeins svona, þú veist Josh Emmett já, eitthvað svona aðeins að finna fyrir njánum og svona ég held hann er bara að tapa 2 röð ég held hann eigi ekki svona mörg veikvætt eftir hann enn að fara í eitthvað 10. sæti skaur til að fara upp í já, ok, þannig að hann á 1 veikvætt eftir hann getur komið, tekið beltið
og ekki geta köttað aftur. Nei, ég held að bara vil ekki vera að sóa weight cut í, þú veist, eitthvað tune-up-barða þegar ekki ár síðan að kefti, eða ár. Hann hefur samt alveg verið bara varamaður og alveg gert það. Hann er 36 ára. MMA með en hann hefur aldrei verið inn vandræðum með eitthvað kött og eitthvað Volkanovski, þannig að ég veit ekki. Nei, svo sem ekki ef hann fær fullt kamp sko. Það verður ekkert verið vesen tannlega sko. Já, ég var alveg tilbúin að veðja töluveri fjárhæð að Volkanovski er alltaf að fara lappin í titilbarða. Já, töluveri fjárhæð. Já, þetta er bara hann hvað veðmálinn er making hans, já þú var í því fleiri nei, bara hans resume er þannig og maður hefur séð gauðra koma tilbaka, þú veist, tapa og koma tilbaka og fá beint, þú veist, immediate rematch sem er ekki með jafn dominant tímabil og Volkanovski. Hans resume er þannig að hann er búin að tapa 3 af síðustu 4. Volkanovski? Ég meina hann, já, á móti hann fór upp fyrir sig í 2 rannsóknardöðum. Einu þegar þá veit hann Islam Makhachev hefur keppni eitthvað sem maður hefur ekki séð frá þegar hann tapaði 2014. Geggjað fætt. Já, í hinum bardagunum þá var hann að koma með 10 fyrirfara á móti sennilega mest dominant meistari í UFC og fer svo 4 mánuði sinna og er á móti hættulegasta boksara í sinni veg. Ég ætla ekki, ég ekki eftir að lesa þessi í sögubækuna samt á 3 bardaga. Jú, ég er kannski að færa þetta Ertu svolítið að færa þetta? En ég bara, hann minn maður samt alveg rétt hjá hann, sko. Já, þetta er rétt hjá okkur báðum, skilur við. Þetta er hérna agree to agree. Já, við getum verið saman það. Hvernig spáðið þið þessu? Holloway by decision. Þetta verða blóðuðar 5 lótur og en verður alveg svona, þú veist, 4 góða lótur fyrir Holloway, sko. Hann á eftir að outboxa hann. Ég er með sama, bara eiginlega nákvæmlega sama. Ég segi Ilja Taborja með Dars eða Anaconda Choke. Heyrðu, það er fresh take. Já. Ok. Hvaða stuðul hættur myndi fá á því veðmáli? Ég veit ekki. En sko, þetta fer þannig Taborja finnur Max Holloway fætur. Hann er með fín leg kick Taborja og getur, og boxarinn Max Holloway er svolítið þungur á fremri fótstundum. Byrjar svona outboxa hann, rockar hann, front headlock, dregur hann í gólfið og vankaður Max Holloway endar í Dars eða Anaconda Choke. Ok. Og hann klárar hann þannig. Það er ekki dómulegt. Oddly specific. Bara með play by play og það þurfið ekki að horfa á kvöldið. Mætum í næsta þátt og bara, þú hefur rann fyrir nonni. Já, geggjaði þetta rættist. Já, það var rosalegt. Hver áttur að við kenna syndir sínar? Óli. Já, ég var eiginlega búinn að segja en ég sagði Taborja með róttæki. Já. Real original. Einhver tíman bara kannski í 3. lótu bara. Ok, hvað sagði þú hefur? Ég er með bara sama og Biggie. Ég er með Holloway decision, bloody decision. Það sem að Holloway tekur síðustu 2. Ég held að Taborja tekir fyrstu 2 og Holloway tekir síðustu 3. Geta alveg séð það líka fyrir mér, sko. Splitt-lóta. Já. Og þetta snúist bara við. Ég held að Holloway tekir 2 og svo 4-5. Já, ok. Það er líka legit. Já, það er bara Oddly specific. Já, bara fínt, sko. Og bara flottur. Já, hljóma vel, ok. Þessi partagi hvað, það finnst ekki að fara í gang svona 8, 9, hálf 9 á laugardaginn. Allir sem að elska bardavíþróttir verða að sjá þessu sveittir á mínigarunum. Þetta prílinn spyrja kl. 2, eða ekki? Sko, ef þú ert ekki að horfa þennan bardaga með fresh batch af reviewum á mínigarunum, þá ert ekki að lifa lífinu til fulls. Það er bara staðurinn, sko. Humar Já, djúpstötu humar unitið hana. Ég er bæðið og hættur að borða djúpstöturækjur. Ég er búin að levela upp í lífinu. Ég er komin í djúpstötan humar. Once you go djúpstötur humar, you don't go back. Já, ég er að segja það. Herri, ég hef bara að gleyma eða hvað við skemmtum okkur ógeðslega vel á mínigarunum. Við smökkum allt. Já, þetta var gæði. Ég skrítið og að gleymti, sko, með hvað við trúum. Við þurfum að smakka alla drikkina líka. Svo var sko happy hour eftir klukkan 7 eða eitthvað. Já, og Biggie náttúrulega vissi það ekki og hvað Panta 6. Já, Panta var ekki, já, hvað var það? Við fengum 12. Já, út af því að ég var double. Það var svona 2 fyrir 1 happy hour. Panta 6, já. Ég er alltaf að koma með einhverja slæma og líka ógeðslega gott að vera að panta koffíndrykkin en það bara kortir í lokurna, sko.
og 12 af þeim sko. Já, 12 koffindrykki hérna. Já, við erum að fara heim að sofa. Hvernig virkar happy hour í mínigarnum? Já, frá hverju til hvað? Góð spurning sem við ættum að vita svarið ef við værum með allt á hreinu. Já, við þurfum að hafa samband við Villa. Svo erum við náttúrulega með mínigars leik. Já. Hann fer bara í gang á morgun. Það er vængja og bjórborð í boði fyrir eitthvað góðan sigurvegara sem að kommentar og takkar vin og eitthvað skemmtilegt sko. Þannig að þetta er alltaf minnslu. Við fyrir mig ykkur svo leiðis. Svo höfum við nú verið með spontant eitthvað að leiki líka. Það er aldrei að vita um við skellum eitthvað. Ég hef pottið eftir að panta eitthvað sem við þurfum að losa ykkur við. Já. Við erum góður í því. Já, þú gerir það þessuna. Hann gerði endurtók leikinn bara síðast þegar við hendum í sjómannsleikin þá pantaði Biggi over 10 skamta vangjum í staðin og þegar hann hélt að maður að panta 10 vangi já Biggi er með brains. Biggi er bara í max pöntunum á mínigarinn, það er bara 10 eða ekki neitt. Það þarf eitt svona gaur með svona the brains behind the operation. Algjörlega, sem bara ég ætlum að fá 15 svona. Þeir eru 3, 15 ég ætla að fá 15. Það var útpælt. Ég lendi í þessu einu sinni þegar ég var elta landsliðið í Rússlandi á HM. Þá settum við strákunni, ég var okkur svona veitingastæði í Rússlandi og alltaf rússnesku og við bara svona shit maður, ok sáum bara svona partyplatter eitthvað, svo bara svona eitthvað rússneska við svona herri, fáið svona partyplatter og svo giskuðum við svona 3 rétti til að fá svona aukalega þegar við ætlum bara að gera mjög vel við okkur. Svo kom eitthvað svona partyplatter sem var svona vangir með eitthvað sósu og eitthvað svona ógeðslegt rúbrauð sem var rússarnir borða og eitthvað svona annað og ég var svona ok, nice. Svo komið hinir 3 réttina eitthvað þar og þeir voru nákvæmlega það sama og var á partyplatter og við hefum eitthvað meira af þessum ógeðslegu vangjum og þessu rúbrauði og drasli. Nice. Worth it. Það er svona eins og að fara á mínigarinn með Bigg. Já, svolítið. Mjög góð lýsing það núna. Það ekki. Annað með þetta, já. Biggi er svona eins og ferð til Rússlands með góðum vinum. Já. Herri, en við hefum eftir Kómein. Við hefum bara eftir helling. Sko, Kómein í vendi á þessu kvöldi er einn af stærstu bördöfum ársins. Eða mest spennandi bördöfum ársins allavega. Já, ok. En maður hefur áhyggjur bara, þú veist, af Hamzat. Já, maður alltaf áhyggjur af honum. Út úr þessu sama bardaða fyrir 4 mánuðum eða ekki. Og búin að vera vesen á honum, veikur, búin að vera að giftast inn í skrýtnar fjölskyldur og eins og harðræðis fjölskyldur. Já, einmitt. Já, ég ætla að gera ráð fyrir að mæti út af því ég er of spenntur fyrir þessum bardaða til að hugsa út í það. Hún er aflýst aftur, sko. Með hverjum haldið? Hamzat alltaf. Eða? Já. En Robert Whittaker? Já. Hann er svo mikið hann er svo mikið maður fólksins. Ég held með Whittaker. Hamzat er bara frá því að Hamzat kom inn í UFC þetta er eitthvað annað býst þá er það bara búin að vera minn maður sko. Sama hér, en ég get ekki haldið á móti Robert Whittaker. Málið með Óla líka sko. Óli hoppar á allar hæplastir sem að krassja flestar eftir svona 1-2 barða. Nei, það hafa allar skilast. Hún er ennþá running allar hæplastir sem ég stokki á hafa verið bara spot on hjá mér sko. Jú. Hvað hæplast hef ég hoppað á sem hefur verið? Ég er bara lungu Getur ekki nefnt ég er svo oft komið til þín bara ætlar að endur geta miðan á hæplastana þína. Þú veist, þú er með Bó Nikka. Hann er búin að klára alla partana. Þetta eru gæðir sem er ennþá lifandi sko. En það eru eitthvað svona Sjóna Mæli, það var líka hæplast. Hann var champ sko. Óli var killing it í þessu. Ég maður bara ekki hvað hann hefur hæpað. Óli hæpar svo mikið. Það er alveg rétt. Hann verður bara svo ótrúlega áhugasamur sko. Hann bara won't shut up about Bo Nickel sko. Það er svolítið máli. Hann er líka að fara að vera champ sko. Já, nei. Við sjáum ekki champ. En sko, ég er alveg sko, ég fíla Whittaker, búin að lengi í þessu svona, en er hann ekki orðin aðeins svo gamall? Nei, hann er samt búin að vinna náttúrulega síðustu 2. Ég þó alveg þegar fólk segir að Robert Whittaker sé of gammal. Hann er 91 módel. Shit. Hann er 34 ára. Nei, ok, hann er 90 módel í desember. Já, ok, en hann er 33. Ég myndi bara hann að jafna hann er nú bara in his prime. Smackdown in his prime. En er það nóg? Já. Það verður in his prime. En alltaf hann er nú góður ógeðslega lengi. Já. Hann lenti samt í vandræðum á móti gaur sem er svona monster. Lendi bara að vandra á móti Issi.
Já, ég að tala Duplessis og Duplessis þú veist, Khamzat ekkert svona rosa ósöpu típa og Duplessis hvernig hann berst sko þú veist, það ekki hann alveg svona ég að tala svona í pressuring style hvoru þeirra hrifin að taka skrifa aftur á bak þeir vilja báðir bara lappa áfram sko Khamzat lúkkar betur í strækinginu sínu en ég ekkert endilega viss að það sé meira effektiv og Duplessis lúkkar bara rosa awkward þegar hann að stræka en ég held bara að Khamzat sé að koma með öll sömu vandamál fyrir Whittaker eins og Duplessis var með en það er svo líka sko, andan vingil hvaða útgáfi af Khamzat þá? Já, það er nákvæmlega það sko, er hann að fara að breyta eitthvað strategi að því að við höfum séð hann bara gasa eftir, þú veist, bara einalótu stundum sko eftir long COVID Já, akkurat, þannig að en ég svona efast það að hann fara að breyta eitthvað til ég held að hann sé bara að fara inn í fyrstu lótu og bara með sprengju eins og hann hefur alltaf gert sko Þetta bara 3 lútur, ekki? Nei, þetta er 5 sko. Hann er eftir að fyrir distance og og hann er ekki að klára hann fljótlega í fyrstu og annar lótu þá held ég að Whittaker taki þetta sko Já, það breytti svolítið hjá mér núna Ég held þetta að vera 3 lúti, ég veit ekki hvað Nei, bara þetta Það er yfirleitt Já, ég veit að, en ok Þá held ég að Whittaker taki þetta á stigum Ég held að Khamzat geti ekki klára hann en ég held að Khamzat geti gert nóg í fyrstu 2 til að vinna 3 lútu bara Já Ég held að hann geti ekki gert nóg ég held að hann geti ekki unnið 3 lótur sko. Sko Robert Whittaker lítur að hafa farið 5 lótur alveg frekar oft Já, hann hefur gert það oft hann var náttúrulega með beltið þarna ekkert mann og þú veist hann hefur gert það miljónsinnum og hann er með gastank bara for days og í síðasta barda fekk hann Ikram Aliskerov sem er svolítið svona Khamzat light og bara svona besta uppbytun sem hann gæti fengið áður mætir Khamzat og hann bara rótaði hann með uppercut bara eftir mínútu eða mínútu eða 2 Svo má nú alveg reikna með hann hafi nú lært eitthvað á Duplessis bardaðanum Já en sko ég myndi alltaf hafa áhyggjur af þúlunars Khamzat og hann er svolítið búin að vera að tala með hengjum hanskana og svona þetta er svona einhver svona comeback Khamzat sem er samt líka búin að tala með eitthvað svona já, nú er ég byrjað að æfa stíft 3 dag og eitthvað hann er ennþá snar geðveikur sko þetta er svona ég veit ekki Nei, maður veit ekki með hann að gauð sko Mér veist alveg svona, það er veikleikar hann er, þú veist, Gilbert Burns hömblaðan í veltriviktinni hann er flottari í milliviktinni Robert Whittaker er náttúrulega bara hann hefur séð allt hvað hefur Robert Whittaker ekki séð í hann er búin að vera svo lengi hann líka ógeðslega góður í svona distant striking sniper það getur alveg vesen fyrir Khamzat það er ekkit auðvelt en Khamzat er ekkit alveg venjulegur glímugaur sko Nei, hann er different beast sko hvað sem miklu glímu hefur Khamzat í sig? Allavega í 5 mínútur við veitum það sko og hvað gerir svo? Svo kannski í 2 lótur sko en meira en það þá er þetta alveg bara spurningverki sko segjum svo að Khamzat myndi glíma stíft í 2 lótur hvað myndi að líti út næstu 3 ár? Hann væri búinn að því ég meina hann á max orku í 10 þú veist aktiv mínútur that's it sem er alltaf bara helvítið ógeðslega mikil vinna sko það er klikkun en þú veist það er bara ekki nóg á móti toppgaurum sko Nei, það held ég hann aldrei bara við sitt gameplan og reyna að klára hann í fyrstu Er hann besti fyrstu lótu fighter of all times? Já, hvað ert þú að vinna í markastildinu hjá UFC eða? Hvað meinar þú? Af hverju er þetta ekki bara góð spurning? Já, ég bara veit ekki hver er besti fyrstu lótu Nei, maður hugsa bara hver er bara mest bara explosive bara í fyrstu lótu og klára bara sína barda bara yfirleitt þannig Aspinall Aspinall kláraði 5 í röð eitthvað í fyrstu lótu held ég Aspinall 4 eða 5 í röð áður en hann þurfti að fara í aðra lótu á móti einhverjum Já, ég samla En jú, alveg up there 100% Sko, ef hann væri búin að ná meira consistency ef hann væri ekki búin að vera svona mikið veikur og eitthvað bla bla búin að berjast oftar þá myndi maður alveg klárlega að setja hann upp hann er bara ekki með nóg mikið af bardugum undanfarið til þess að maður geti kannski hlaðið honum Þetta er svona ákveðin vonbrigði, þú veist frá því að hann mætti og maður bara shit þú veist, þessi gaur er bara, hann er rosalegur sko. og síðan kom COVID og hann fekk COVID og allavega 1,5 ár og hann mætti aftur tók hana Yi Linglang hvað sem heitir
og hérna Ling sorry, ég man ekki alveg We are cancelled boys hann heitir Li Jingliang já, ok, þetta er alveg erfitt nafn maður Jesus en hérna allavega, og þá var maður svona ok, hvað gerist núna og svo bara kom hann bara og snýtt honum í fyrstu lótu, það var rosalegt sko og maður hélt bara ok, það er bara þú veist, það er hálft ár eða eitthvað þangað til að hann verið champ sko en síðan er hann bara búin að vera kamsat og gera bara eitthvað skilta hluti og weight cut sem hann ræður ekki við eða þú veist, eða gerða viljandi eða ég veit ekki hvað ég held líka að hann hafi sé búin að brenna einhverja byrjur hérna í UFC mér finnst svona mér finnst hann samt vera með mesta Dana White privilege nei, hann selur bara svo hann alltaf, þú veist, ef fólk sér kamsat á einhverju kardi þá má hann spenntur fyrir kardinu og skiptir hann og engum alveg hvað er á því sko algjörlega sko annað vingill hann svona fyrir Robert Whittaker er hann þeir átt að mæta til júni 2022 hversu lengi er Robert Whittaker búin að vera með hann að bardaða svona bakvið eirað hann er alveg undirbúið sér fyrir hann að bardaða áður 100% og hann er duglegur sko hann hefur líka bara vitað að hann væri að fara að kempa við hann sko ég held að það sé ofboðslega erfitt að finna bardaða fyrir kamsat voru skráður í bardaða 2022 já, júni 2022 Ertu ekki þann 22. júni 2024? Jú, það er bara núna nákvæmlega í sumar það var bara fyrir 4 mánuðir það er einmitt, það er þetta Dana White privilege sem ég er að tala um það er þetta Dana White privilege sem ég er að tala um hann dróðs út úr sem barða fyrir 4 mánuðum og núna, þú veist, er hann að selja fucking risa pay-per-view card og við vitum ekki, er hann að fara að draga svo út aftur eða ekki ég held hann sé ekki að vera að draga svo út aftur sko, ég er alveg duglegur að skrolla Instagram og skoða, þú veist, svona einhverjar síður, ég er ekki svo neitt hann sé eitthvað að fara að draga svo út, sko maður sá það samt ekkert eitthvað áður en að dróð svo út síðast maður sér oft svona allt var close to heart alveg til sístu myndu það ekki, hann postaði samt einhverjum myndum eftir hérna Polo Costa púlóti eða eitthvað það sem var aðnur bólginsinsmettinu og eitthvað hann gerði alveg hann var eitthvað svo leys maður sér ofta á Instagram einhver svona ummerki líka bara, þú veist, að fansin eru eitthvað svona, hann er eitthvað hendina á hann er eitthvað skrítin, séðan myndina hérna eins og með Moicano, skilur, ég fattaði bara þetta með öxlin á honum út að ég sá eitthvað svona fandót á Instagram, skilur bara ekki að sáðu öxlin á honum, maður bara svona tekið mynd og stækkað upp og þá fór ég að skoða eitthvað meira ég elska fans fucking fans sammála, herri, geðveikt, hérna komum með spótum, hvernig sjáum við þetta fara? Ég ætla að negli það niður bara minn maður Kamsa tekur þetta í fyrsta ég ætla ekki að fara að veða gegn hún í fyrstu lótu? Já wow, gauð ég meina hann þarf eiginlega að gera það málið sko, hann gæti náttúrulega bara sett all chipan á borðið ágöð bara guns blazing 5 mínútur fuck 25 mínútur 5 mínútur ég held að Robert Whittaker er ekki gaurinn sem þú kemst upp með að gera það á móti ég mitt vona það að Hamzat sé með eitthvað svona alvöru gameplan en sé ekki trista bara á hann getur bara kyrta niður og en helstu að Usman var eitthvað gaur sem gæst gert það á móti nei hann gerði það á móti Usman en fyrsta lóta var hann að keira yfir Usman sko já og það var svona það var að meiri einstefni að þú veist ég bjóst ekki við að Kamsat myndi vinna Usman hafði aldrei verið tekið niður held ég nei ég bjóst ekki við að mér fannst Kamsat vinna hann bara augljóslega já en það var ekki rúst maður hefði svo augljóslegur og maður var svona hefði þetta farið 5 lótu þá hafði Usman líklegast unni já einmitt og ég held að Robert Whittaker sé alltaf að fara að taka 4. og 5. þetta verður komið út í Championship Round sko. Ég held þessu decision ég sé þetta bara svolítið eins og main eventið það verður decision, það verður svolítið blóðugt og Whittaker tekur fullt að skaða en hann vinnur þetta samt ég held að Whittaker þurfa að grafa djúpt í fyrstu veðra sko 5 mínúna stormin í fyrstu og ef hann kemst inn í aðra að ég samanlega, hann gæti alveg hann á sjans í að taka sko 4. og 5. og ef hann getur tekið eina aðra á fyrstu 3 sem þurfti að vera önnur að 3 því að Kamsat tekur pottið fyrstu ég menn ef Kamsat tekur ekki fyrstu þá er það út af henni viljandi að reyna að spara bensin og þá var hann alltaf bara komin í aðra strategíu sem hann gerst hinga til hann komin í allt aðra strategíu ég held að það væri ekkert betri strategíu fyrir hann út af því að hann á samt bara orku fyrir 10 upplöðar mínútur skilur það breytir ekki hvort ef hann dreifir því eitthvað 2 mínútur í hverju lótu það er bara samt ekki nóg
hann bara hleypa crazinessinu lausu og bara setja alla chipsana alla chipsana á hann segja að fara að klára hann í fyrstu annar lótu ég seti þetta á Robert Whittaker segja hann veðri stormin en Kamsat komi smash heldur þetta verið decision eða ég held að Whittaker TKO-an í fjórðu ég held að verið 3 lótur þá hugsaði Kamsat og þegar ég hugsaði Kamsat hætti ekki þetta ekki fyrstu 2 en 5 lótur ef Kamsat nú þreyttur í þriðið Whittaker er góður í að klára og þú veist ekki með one punch þá erum við að tala bara svona þú veist að velja sér striking og stolka menn þeir eru orðnir þreyttir og damaged svo getur hann komið eins og uppercutin á móti Alískrov það er bara eitt högg bara boom og steinuróta menn ég sé hann ekki svona bara steinuróta en ég held þú veist TKO hann gæti písað hann upp þegar Hamzat verður þreyttur þá munu koma og opna niður og Whittaker er bara svo fucking fundamentally sterkur og svo geti líka að segja Kamsat fari í ykkur á vilda fellu sem að Whittaker geti bara tímasett með nýja í andlit það er líka það sko en myndi var ekki Kamsat alltaf að missa vikt í veltuviktinni er hann ekki bara að weightbúli svolítið þessi strák var hann ekki alveg mörgum kílum frá hann Gilbert og hann misti með 7 pundum einu sinni og þá var hann bannað að fara aftur í það er náttúrulega að vera sem átti Nate Diaz og þá hann fekk Kevin Holland í staðinn sem hann snýtti eftir þú veist 2 minútur en hann er búinn að vera eitthvað svona aðeins að missa vikt og eitthvað svona vesen í velterveitinni en hann náttúrulega er ekki hann bara, ég held að hann er svo spennt að sjá hvernig hann verður í milliviktinu hann á eitt barda það er jafnari grundvöldur sko já er það hann sko þegar hann tók ég held að fyrstu 4 bardaði þannig að það hafi verið splitt 2 í veltavikt 2 í millivikt og svo náttúrulega Úsman bardaðin var náttúrulega í millivikt þannig að þú veist fyrstu bardaðin en UFC voru náttúrulega bara teknir voru allt bara einhverju svona short notice bardaðar og tók einhverju 4 bardaða og einhverjum 6 mánuði með það var svona fáránleg tölfræði hann tók hann ekki bara var ekki bara 3 bardaðar sko var ekki viku millivili og það var bara uppumikt og svo tók hann sko 15. og 25. júli 2020 það eru 10 dagar hann á milli John Phillips og Rhys McKee þannig að hann er sko ég held að hann sé búin að kaupa sér eitthvað á þessu Dana White privilege sem hann er með því að gera eitthvað svona shit sko hann kom rosa sniður inn í deildina sko þú veist, keifti sér smá kredit sem hann er búin að vera að ganga þess á svona Rodan Gerald Mercier bara með einu höggi það var alveg bara svona ok, wow það var ekki gera með honum inn í búinu ég með hann samt alltaf eftir þegar við varum að tala þetta fyrir og þú varst bara, núna held ég að hann lenda á vegg sko og ég bara, þetta verður walk in the park sko þú veist mikið ego-trippist þú varst eitthvað, ef þú ert aðeins mikið að hæpa hann að gauður upp sko ég bara ég sagði bara, þú veist, slaka aðeins á legum honum allan að mæta Mercier áður fyrir að vera eitthvað bústu maður alltaf tíma hann eitt högg, búm það var flott hjá honum skilur en ég ætla ekki að kaupa miða á svo lest fyrir en ég sé það gerast skilur herri, en fyrir maður að segja fan-voting 48% hefði Kima F 52% hefði Whittaker ok okkar fan-voting nei, hvað? bara policy við hefum ekki með neitt fan-voting nei, við höfum oft gert eitthvað svona á Instagram klárlega eitthvað sem við ættum að kera aftur í gang við höfum að gera fan engagement núna svannarna fætur á því en bara segi hvað þetta er óksla splitt þetta er ekki svona walkover dæmi sem það hefði haldið og svona ég seti það á Whittaker decision sammála TKO Whittaker 4 ok, ég er eini með Kamsat þú er Kamsat fyrsta lúta það er svo sem nógu öðru að taka á þessu korti með þetta er rosalegt þetta er stakt kort en hérna við þurfum aðeins að stikla stofu Leron Murphy voða fín en getum við ekki skipað hana jú, á móti Dan Ige ég meina við þurfum ekki að kafa ofan í það við erum með Ankalev Rakic og Shahara Magomedov hérna móti Armen Podostrian Leron Murphy future champ sko Dan Ige gæði sem tekur fights on 3 hour notice þetta eru gæjar sem eru að gera okkur geggjaðan fight ég er mjög spennt seldi mér hann að barða byggi ég er eiginlega búin að sko hérna Leron Murphy er virkilega flottur strækir hann bara, þú veist, maður sér það er eitthvað sérstætt við hennan gæja og Dan Ige er bara Dan Ige bara fucking harður og þetta er bara svo gott test fyrir Leron Murphy þegar Leron Murphy vinnur Dan Ige á samfærandi hátt þá erum við bara farin að tala bara, þú veist, topp gauðra í feðveit stammalega
Já, þetta er momentast Leroy Murphy í rauninni til að sína hvað hann öflugur að hann, sko, ef hann eitthvað þá á hann að fara í gegnum Dan Ige Dan Ige alveg hann tapar börnum Já, ég meina hann vann fucking vintage Edson Barbosa það var geggjað að fæti hann þeir voru main event á fætnætti í Apexunum minni þú veist, og bara búin að vinna alla, fekk ósigraðan gaur á 286 Já. Þú veist, og hann búin að berjast á stórum sviðum þetta er allan að þriðja pay-per-view kartiðan, sko þannig að en við sko alveg slaga sko þetta ekki besti Edson Barbosa of all times vintage Edson Barbosa hann var geggjaður í þessum bardaga þetta var geggjaður bardaga hjá þeim sko en hann líka með sigur yfir sko Amerikani 2001 sem engin heiður skilur það eru svona no-name gæja skilur sigurinn yfir Gabriel Santos mjög góð sigur þeir mættust þarna 2 ósigraði gaurar Gabriel Santos var champion í LFA eða eitthvað svona einhver annar deild ég man ekki nákvæmlega LFA en þess Leroy Murphy 14-0 það eru svona reynslu taps klukkan tefa sko já, kannski það sko hvað er gammal? Murphy? Ég veit það ekki maður sjá Leroy Murphy 33 ára gammal hann best aldrei já, hann á ekki droslega mikið eftir á svona champ tíma samt sko nei en ég meina að þú veist Dan Ige geti tekið Dan Ige og já, ég meina ef hann snýtir Ige þá er hann að taka og snýta ykkur top contender til að fá titilborda og þá hann 2 mánuði eftir af MMA klukkunni þinni áður en hann tapar sko Leroy Murphy raun að vera að berjast niður fyrir sig hann í 12, Dan Ige í 14 þannig að sko ég held að Leroy Murphy ætti góðan séns á móti öllum í þessari deild þangað til að við erum farin að tala kannski Max Holloway, Lietteborja þú veist, eitthvað þannig getur verið en ok, Magomedev, Ankalaev á móti Alexander Rakic geðveikur partæði ég bara með eitthvað mjög kókraustur og held að Ankalaev sé að fara að taka hann já, ég líka mjög sammála því ég finnst eða bara skrítið að okkur hann að berjast með einhvern annan heldur en Pereira en ekki bara halda sér aktífum já, ég held það líka það einhver sögursæknir að hann hafi neitað að berjast við Pereira okay. það er líka bara skrítið að það sé ekki búin að berjast það var eitthvað short notice barndagi eitthvað eða ekki, var ekki verið að kalla hann inn eitthvað hann var ekki ready og eitthvað það var þannig ég get líka verið að hann sé best mér finnst það skrítið að Kali Roundtree fór fram fyrir hann í röðinni mér fannst það stórskrítið ég held að Kali Roundtree sé ekki fyrstu gaurin sem var búið hennar barndaga mig grunna það líka Ankalaev hafi mögulega sagt bara nei, ég er ekki tilbúin ég ætla ekki að setja hérna, hann fannlega sinn next in line já, og ég held að hann viti líka hann á ekkert mörg skot þú veist, hann er ekki 25 ára skilur hann á ekkert endalösan tíma eftir hann ef hann tapar titilbardaga mótið champ Pereira lukkar ekkert eins og hann sé að fara að tapa á næstu 2 árum þá fær hann ekkert annað skot Vil heldur ekki svona eins og þess láta röstja þið inn í einhvern bardaga sko, eins og ég bara tala við Kolla undanfarið og þú veist þetta er svona tímabil þar sem að fólk reynir að taka fyrirliðin og leggja hann undir og svona short notice svona koma þér partinn fyrir Kartanef skilur þess að Dana White kemur og svona herru ef 2 vikur til að taka hérna opportunity for lifetime kid og þú veit ekki svona já það er bara að vinna allt mitt líf að þessu bara takk og bless þú veist bara hvað þú talaði við mig setna það sem að þú vilt frekar taka þennan pól í hæðina sko þannig að þú veist og gæðir svo Kali Roundtree og svona já veit ekki það ég held þetta sé góðu bardagi fyrir hérna Ankalaev að taka þú veist bæði þú veist Rakic er flottu strækjar þetta er góðu bardagamaður en þú veist það er hægt að meiðan og það er hægt að róta hann og Prohaska sýndaði í síðasta bardaga það er ekki eins og það erfitt Rakic getur verið að rústa þér allan tíman ef hann er einu góðu höggi þá setur hann í vandræði ég líka bara Ankalaev sé miklu betur að alliða bardagamaður með miklu fleiri vopn heldur en Rakic já, sammála en ég held að þetta sé bara rosa flottu bardagi fyrir Ankalaev að halda sér heitum já, þetta var ekki þetta verður svona erfið bardagi þetta getur ekki gefið ég finnst það strong favorite sko en þetta verður ekki að hörkfæt sko já, ég sammála en það eru fleiri leiðir fyrir Ankalaev að vinna hann að bardaga heldur en Rakic og eftir síðasta bardaga þá er chinnið á Rakic bara það stórt spurningamarki að það er alltaf að tryggja það greinlega já, það er ekkert eitthvað svona the most solid sko það er ekki granít nei en við sjórum með Sjara Magomedov líka já einn okkar uppáhald á móti Armen Petrosyan sko ég var með það vel til mig fyrir þannig bardaga sko hvort að Armen Petrosyan sé ekki bara of góður í glímu gegn mjög svona óglímu séð í rússa
hann er alltaf með ógeðslega sem að Sjara Putin ekki Nei, bara mjög slagur hann er mjög slagt allavega takedown defense sko en síðan Petrosyan bara ógeðslega teknilega góður kickboxer sko þannig að þú veist Magomedov alltaf svona mjög óhefðbundin og bara svona frekar viltur þú veist þannig að ég held að bara svona að Petrosyan sé of teknilega góður líka standandi ég er að sammála, þú veist, hann vann Christian Leroy Duncan sem einmitt svona flashy striker gæi með bara fundamentals þú veist, það fundamentals vinnur yfirleitt þetta flashy. Við vorum að horfa bara einmitt Rob Font á móti Kyler Phillips skilur fundamentals á móti Amen brother þannig að þú veist, var líka bara ógeðslega mikið reynsla í UFC og þú veist, hefur mætt öllum anskotunum af barndamönnum Þetta er allavega stórt próf fyrir Sjara, þú veist, ef hann fyrir gegnum Arman, þá er ég orðin spenntur fyrir honum. Já, ég líka, ég er náttúrulega held með honum, sko. Já, þú veist, ég er ekki rosa spenntur fyrir honum núna, að gaman að horfa á hann. En ég er ekki spenntur fyrir honum sem, ég er ekki að horfa á hann sem eitthvað sem er að fara að halda á titli. Nei, ég held ekki, en... Hvað er Sjara Putin þá? Já, hann er bara ekki með nógu góða glímu til að vera líklegur í það. Sammála. En ef hann fyrir gegnum þennan bara, þá finnst mér hann orðin spennandi í því samhengi sko. Sko að vera eineigður á hvað, bara call me old fashion en ég nota 2 augu fyrir sko að reikna út svona dýpt og fjarlægð það er bara það sem ég gerir á daglegum basis á hvaða tímapunkti mun að býta Sjara Putin rassinn að vera bara blindur á öðru auga og væntanlega þú hlýtur að vera með aðeins minna dýptarskyn skilur og fjarlægðarskyn Þú adaptar samt bara því sem að Ég meina Bisping Bisping var meistari Eineyður Þú adaptar bara Og þú veist, hann var ekki eineyður eitthvað allar sinna ævi Hann varð eineyður yfir bardagaferilin Það hefur bara engin áhrif Jú Þetta hefur eitthvað áhrif Það er það sem menna skilur Hvaða áhrif skilur Er þetta að fara að býta hann rassin að vera bara með 1 auga? Ég meina það fyrir að býta hann í allavega rassin ef hann verður kýltur fast í hitt auga Ég held að það að býta meira Það er ekki strakkið hann bara í hitt auga Og accidental eye poke maður Já, þú veit að ég vittlust auga í dauða auga Nei, það ger ekki neitt Sjara Putin bara eye poke, my one weakness Ég held að það býta hann fyrr í rassin að hann er ekki nógu góður glímu Ég held að það býta hann fyrst ég held að líka Já Ég held að Peter er þessin í þessum barða Ég held að það er þessu barða Líka bara svo Óli sagði, þú veist, ég held bara Petrosyan sé betri striker mögulega Já Þú veist, klálega betri MMA barða maður Klálega, mögulega bara betri striker líka Petrosyan er lúmskur striker sko Já, en þú veist að Sjara Putin er svo ógeðslega góð striker Já, hann er geðvinnur Those fucking kicks Já, bara, hann er alltaf Nú er Nonni svolítið stokkin á hæblestina Ef að Óli var að segja þetta þá væri þú alveg hérna þú og hæblestin Þú hefur bara ekki þurft að díla við Óla þegar hann er að kaupa sér miða á hæblestina og það er svo allir aðri sem fáið Ég vil meina að Sjara Magomedov sé líklega í topp 5 bestu strikera í UFC Þannig ég vil ekki meina Petrosyan sem betri striker en hann velkomin að hæblestina En ég held að hann er samt eftir að tapa út en hann getur ekki raskat í glímu sko. Ég held að Nonni væri betri en hann í glímu Ég held að Nonni geti tekið hann niður og sett hann í glímu Kannski í Þetta er svona backhanded hrósti þín líka Mjög rétt En já, getur verið Já Það getur líka bara, það er kannski bara stutt í dag hvítabelt með hangi hérna á veggnum Já Hver veit Það er að fara niður í grænt eða guld Þetta brandar á heiða Ég er búin að demóta þig loksins Ég er búin að nefna það nokkur sem við strákana Já Það er gott að taka þetta skref Ég æfi með krökkunum núna Ég er komin í undir 15 ára flokkin Já, flott Jöfnir, það er dríkum Nei Gilli er alltaf að segja mér og stendur rosa vel á einhverjum Já, Gilli líka, hún er rosaflug mjög gott að Gilli sé að setja inn gott orð fyrir mig Já, sjálfsög Einhver verður að gera það Ekki ætla Óli að gera það, ekki ætla þú að gera það Ég ætlum að geta ala á egoinu Nonni menn Við veitum að hann sprengir hérna lótuna í hver einustu vikunni Nei, ég segi oft hver þarf óvinni þegar hann á vini eins og ykkur Það er Það er bara hlutur sem við erum að sinna og sinna því vel Og gott að vita því að Kolli tekur þetta yfir þegar þú ferð í Víking með honum Já, fucking Kolli maður, hann bara drullar yfir mig bara 24/7, allt og ég mæti hann á flugvöllunum
og það byrjar þetta bara og svo þetta bara svona gegnum gangandi alla ferðina þá ég lendi heima og þá svona takk fyrir fönustóka, úslu gaman ég bara, þú veist svo mætir í lótuna og þá heldur þetta bara fram já, það heldur þetta fram og sko Kolli sendi mér alltaf svona skila bara reglulega svona til að minna mig á BJJ svo svona gay sport þetta svona mjög vinsælt á Instagram sko já, ég veit það hefur ekki séð hérna BJJ in a street fight og hann svona eskúta sig í áttina á götunni já, það var bara legend geggjað En ok, hvað meira á þessu korti sem við þurfum að ræða hérna? Ekkert sem við þurfum að ræða eitthvað ógeðslega mikið Nei, mér langar að flagga eitt barða yfirbútt Kenite Nchuka á móti Chris Barnett verður brjáluð skemmtinn ég veit ég fór illa með þetta nafn hann kallar bara Chiri Bang Bang Chiri Bang Bang Kennedy Nchuka Nei, ég var að rugglast ég rugglaði eins og þú saman þeir eru báðir algjört unit sko. Já, þó þessi báðir svartir Kennedy Nchuka hann átt að mæta Delima og það feilaði og svo átt hann að mæta Justin Tafa og það datt út líka og nú fær hann Chris Barnett sem er litli feiti gæinn sem að wheelkickar gauðra og hoppar í helgistökulendur á rassinum ógeðslega skemmtilegu gauð sko en ég held að Kennedy sé bara alltaf athletic fyrir hann Barnett, ég er búin að sjá Barnett lengi í svona einhverjum highlight reels hann er ekki yngri en 35 ára það er enginn að selja mér þessi maður sem yngri en 35 ára hann er 38 ára hann er líka bara, hann er svo feitur og lítill og hann er ekki byggður fyrir þetta sport en samt sko, svo tekur hann wheelkickið sko og er alveg, þú veist, hann er með geggjuspörk ég meina gaman að horfa á hann já, það er mjög gaman að horfa á hann minnir mig á þarna, eða voru ekkert í Street Fighter það var svona gauðir sem var lítill feitur en var einmitt að gera svona hluti eins og Barnett sko ég var í Tekken meira já, ég var líka ógeðslega góður í Tekken sko lof mér að efast en það er fleiri gott en það sko Jeff Neal er það á móti svona Rafael Dos Anjos sem er nú langt komin fram yfir svona mér finnst það skrítin barndagi fyrir RTA að taka sko já, ég er sammála og svo er sko Bruno Ferreira sem er náttúrulega Anaka Bashin er að fara að mæta Abus Magomedov sem að sko Sean Strickland gerði svo lítið og maður bara veit ekkert hvað þessi Abus Magomedov gæi stendur en þú veist, en svo er Abus meira favorite ég var ekki að sjá það það er bara easy money já, ég var bara ekki what en Abus Magomedov hefur samt átt flott að takta eins og hann frontkickaði Dustin Stolfus já, nei, hann er flottur strækir hann er flottur strækir hann mann eftir þessu momenti það var mjög eftirminnilegt moment sko. þannig að maður svona, þú veist, hann hefur sínt góð takta en svo mætti hann á það móti Sean Strickland og hafði bara þóli í eina lótu í 5 lótu bara Sean Strickland og Kao Barallo þetta er mjög erfið gær okay. þetta er alveg við sjáum það má ekki drulla yfir hann sko svo náttúrulega farið Basharat og á móti Viktor Hugo þetta er mjög skemmtilegur bardagi sko þetta er bara skemmtileg kvöld já, þetta er geggja kvöld það er líka, sko, nú ætla ég að koma með eitthvað sem enginn er pælt í þessi Ibo Aslan gæi hann, sko, var bara með 1 tap á ferlinum þannig að hann kom í UFC og þá vann hann gaurinn sem að vann sig í Brave þú veist, í UFC debutinu sinu og nú er hann að fá einhvern undefeated brassa sem er á debut held ég muni eftir djúsnum brassi já maður það er svona Bruno Silva nei, djúsin já, djús, ég stöður að tala um bara eitthvað svona djúsa og brassi og ég bara Bruno Silva Bruno Silva að læknir hans ég veit að taka svona trip down memory lane já, en sko, The Last Ottoman þetta massaði gæði já hann var einmitt flottur já, bara The Pleasure Man síðast já, The Pleasure Man Anton Turkai já, hann reyndi bara eitthvað að kissa hann og eitthvað nice jú, það var eitthvað, hann vildi bara pleasure sko no business, just pleasure já, herru, náttúrulega fullt af bördum sem að duttu út til Gan átt að vera á þessu kvöldi pæli hvernig að Karl myndir lúka með sér og Gan Said Nurmagomedov átti líka að vera á þessu kvöldi en nóg að taka samt nóg að taka er ekki að slá botnin í þetta? Jú, fínt við minnum að sjálfsögðu að þátturinn er búið í þetta er svo margt ég elska stuðningsaðalinn okkar já, þeir eru bestir nei, ég meina við værum ekki að ná þeirra 100% nei, það er þannig það er að sjálfsögðu Yuzu, Mínigarðurinn, M-Fitness, Boxbúðin og Seðikarlinn
Neldir þetta Þetta fekk góðan tíma til að hugsa Þetta eru stuðningsaðilin okkar sem að gera allt mögulegt og allt skemmtilegt, gefa lífinu lit og svo náttúrulega hann Bragi Bragi Gardino Nei, sko, fólk náttúrulega eftir að sjá hans handiwork hérna mjög fljóðlega Það er sko a new kid on the block Já, allt múlíum á dauðans líka sko. Eitt mest að topp eintaka manni sem ég kom í það eftir tökur og var að mæla á eitthvað Ég er mjög spenntur Ég líka, við fórum og hittum hann nýri í starfstöðinans sem hann með alls konar gardínur og svona hlera fyrir glugga og gott stöð Já, Bjarni fuck maður Hann kallaði hann alltaf Braga Nei, ég kallaði hann Breka Nei, þú Nonni Þú búin að kalla hann Bjarna í allan dag Já, svo fór ég ekki að djóka Nei, þú búin að fyrir hann heiti Bjarni Þú búin að kalla hann Braga í allan dag Hvað sagði ég á hann? Þú sagði Bragi Breki Nei, þú sagði Bragi á hann Þú sagði Bragi, en þú heiti Bjarni og svo þú allir komin í Breki Já, ok, svo ég er ekki alveg nógu gott Fuck maður Bjarni Dagur Já, ég ger þetta stundum Það sem að ég læri nafn fyrir svo að djóka, svo kallar þið hreiðar og svo man ekki hvað var rétt Já Ok, Bjarni Ok, besti maður Bjarni Já Ok, það er til hans handiwork Já, same Já, ég veit ekki Þetta verður geggjað Já, slaka til Já, bara fólk áttur að sjá breytingar hérna, viku frá viku og bara, hvernig fólk að tjekka á Myrkun, fyrirtækina, Skuggatjöld Hvað heitir það að segja? Myrkun? Já Hann er með Virkil Hann er búið í hvað heitir þetta? Smiðjuvegi Gul gata Hvernig gæti ég bara satt rámt nafn og þú sagðir ekki neitt Ég hef alltaf að segja það 4 sinnum Hann heiti Bjarni Það eru villust nafn sko Og ég alltaf hann heiti Bjarni Já, ég veit Ég sá byggja eitthvað svona reyna að flera því við borðið við erum í myndstrákar þannig að það skiptir ekkert málið og þú veist, fólk sér alveg þegar þú ert að reyna að flera hérna við borðið sko Mín skita Djöld væri fyndið og hann héti bara Bjarki Sér þetta var, þetta er leiðilegt Ég hata að ruglast Já, strákar mínir Það er leiðilegt, þetta var galsi vikunar Ógeðslega gaman en við sjáum hvað handiwork og magic hann getur púlað Það þurfa allt annað lúk hérna þegar hann er búin að koma græjan sín með það ég er ógeðslega spenntið fyrir Þá fyrir við að fá gesti inn í hverju viku og verið mega fjör hjá okkur Ég held að þessi gauðs innumlega hann er pínu legend hann geti gefið okkar manni Jóa Raf pínu saman hann er líka, þetta er industrious guy sko. Þú veist, hann var að segja frá hann með 1400 fyrirtæki í Rassvarssonu sem hann langar til þess að gera eitthvað með sko. Þetta er ekki eina sem hann er að gera Nei, hann er líka með eitthvað svona pop-up bjórsystem fullt Þetta er meira það fullt í gangi Hann er Íslandsmeistari í Jiu-Jitsu líka, já Hann er Íslandsmeistari í Jiu-Jitsu í Gínu frá fyrra Þetta er alvöru gauð sko. Býðu í hvað flokki Hann vann Níko í úrslitunum Bjarni verður bara skúla þegar hann sé glímu svo kannski verður að muna nafnið hans Bjarni, ætlaði hann breka? Bjarki Bjarni vann Níko í þá væntanlega hvað, -90 eða eitthvað Jú, hann var í þungað til þá en hann minnum með hann að var að tala hann hafa verið, þú veist, ekki nefnt eitthvað en hann væri í léttari vikt almennt eitthvað Þetta er gæðin sem ég mætti í dag hann er örgulega bara 80 kíló eða eitthvað 82 kannski crazy Þetta er góður að svona cirka miklu betur en Heiðar Heiðar er alltaf að reyna sko cirka þyngdina af gauðurum og bara móðgar þá hefi mikið bara mætti ég þetta Halli tuttarunum bara, er við ekki af þungur? Ég er 85, hvað er þungur? Og Halli bara, ég er 105 af freinum vöðum svipurinn á hannum oh my god það er svo gott fyrir hjarta mitt sko. hann var líka svo reiður með allan daginn sko. hann gæti ekki hort fram hann í mig sko. Nei, á hann brjálar út í sko. ég er svo að fara að gera þetta aftur sko. Svo mætti ég sko alltaf eitthvað svona setja þú veist þetta eitthvað svona kaffi að borða hans þegar það var bóksuð og bara farði með þetta það var brjálar ég ætla að halda fram að tryggjara hérna, reverse body dysmorphia næst í hittan hvað ertu búin að vera eitthvað að slæka á í rættinu kálvarnir eitthvað að byrja að skreppa saman já, en ég held að ég sé miklu betur í þessu ég ætla að segja að Bjarni sé svona 81 já, hann er, já, hvað? 84 já, hann er sveipað þungur auð sko, hann 84-5 nei, ekki sens herru, við þökkum öllum fyrir kærlega að hlusta á hana þátt og þennan skemmtilega debatt við sjáumst á míningarnum á laugardaginn heldur betur og já, svo bara aftur í stúdíónu eftir viku heldur betur, það er ekki bara, geggjað ég held betur
crazy. Takk að það var hlusta, við sjáum þetta viku. Yes, bye bye. Thank you